Þá það 9. dagskrárliður starfsáætlun og stefnuræða nefnda 2017 umhverfis- og mannvirkjaráð. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, sem formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs, þá mun ég flytja hérna stefnuræðu ráðsins og hefst þá lesturinn. Í byrjun árs voru verkefni fasteigna Akureyrar og framkvæmdadeildar sameinuð í eitt svið, umhverfis- og mannvirkjasvið, og framkvæmdaráð, stjórn fasteigna og umhverfisnefnd sameinuð í eina nefnd, umhverfis- og mannvirkjaráð. Í nýja ráðinu sitja ásamt mér Sæbjörg Silvía Kristinsdóttir, Eiríkur Jónsson, Þorsteinn Hlynur Jónsson, Gunnar Gíslason, auk þess sem Hermann Ingi Arason situr með okkur sem áheyrnarfulltrúi. Umhverfis- og mannvirkjasvið er þjónustufyrirtæki sem hefur umsjón með framkvæmdum og viðhaldi við húseignir, götur, gangstéttir, stíga, græn svæði, umhirðu og hreinsun í bæjarlandinu. Auk þess fellur undir sviðið rekstur slökkvilis og brunavarna og strætisvagnar Akureyrar. Markmið með breytingunum er að byggja upp öflugan og breiðan hóp starfsmanna sem hefur þekking á fjölbreyttum verkefnum sviðsins. Til þess þarf að hvetja starfsumhverfi og markvissa stjórnun. Eftir breytingarnar er umhverfis- og mannvirkjasvið skipt upp í 4 deildir og 2 stóðdeildir. Deildirnar eru nýframkvæmdir, en undir þá deild falla öll verkefni sem snúa nýframkvæmdum. Er ræða umsjón og stjórnun verkefna frá hugmynd til loka úttekta á nýframkvæmd. Viðhaldsdeild sem hefur umsjón með fasteignum og götum Akureyrar, annast endurbætur, breytingar og viðhald á fasteignum, götum og göngustígum, leiksvæðum og reiðleiðum. Umhverfismál og sorphirða, undir þá deild falla umhverfismál og rekstur af ýmsum toga, svo sorphirða, sorpeyðing, dýrahald, lystigarður og fleira. Deildin hefur eftirlit með umhverfis- og samgöngustefnu og öðrum verkefnum er heyra til náttúru og gróðurverndar, friðlýstra svæða og skógræktar. Síðan er það slökkvili og brunavarnir, en undir það fellir slökkvistarf, björgunarstarf, eldvarnir, sjúkraflutningar og almannavarnir. En lögbundin verkefni slökkvila í landinu eru slökkvistörf, eldvarnaeftirlit, björgun fastklemdra og viðbrögð við mengunarslysum. Slökkvili Akureyrar er samningsbundið til að sinna sjúkraflutningum á Akureyri og nágrenni, en auk þess fer sjúkraflutningamaður í öll sjúkraflug fyrir landið allt. Stoðþjónustudeildirnar. Annars vegar er það rekstradeild sem er stóðdeild og heldur svo utanum fundi stjórnar, rekstur sviðsins og starfsmannamál. Þar er haldið utanum samskipti við bæjarbúa og notendur, skjalamál, samningagerð, yfir umsjón með útboðum og samræmingu vinnu milli deilda og fleira. Umhverfismiðstöð Akureyrar er þjónustustofnun bæjarins sem sér umhirð í bæjarlandinu og allar verklega framkvæmdir sem ekki eru boðnar út. Undir deildina fellur rekstur strætisvagna Akureyrar og ferliþjónustan. Er að ræða stoðþjónustu sem vinnur þvert á deildir og er þjónusta umhverfismiðstöðar seld út á verkefni eftir verkbeiðnum. Starfsmenn umhverfismiðstöðar vinna ýmis verk sem tengjast verklegum framkvæmdum og ýmis konar viðhaldi og umhirðu sem oft er árstíðabundin. Snjómokstur og hálkuvarnir yfir veturinn, en gatnagerð, malbikun, sláttur og hirðing á opnum svæðum yfir sumarið. Auk fjölda annarra verkefna fyrir ýmsar stofnanir bæjarins, eins og hreinsun á ýmsum svæðum, skreytingum fyrir jól og ýmsar uppákomur, eins og til dæmis verslunum að helgi og afmæli bæjarins. Helstu flokkar fasteigna sem eru í umsjá sviðsins eru skólar og leikskólar, íþróttamannvirki, menningarstofnanir og söfn, skrifstofu og þjónustustofnanir, húsnæði fyrir aldraða og fatlaða og leiguíbúðir auk annara minni eigna. Hjá Akureyrarbæ eru í umsýslu rúmlega 100 fasteignir og 330 leiguíbúðir. Frá árinu 2002 hefur stærð fasteigna í eigu Akureyrarbæjar aukist úr 72.000 fermetrum í 140.000 eða tvöfaldast í fermetrum talið. Önnur mannvirki sem umhverfis- og mannvirkjasvið hefur í umsjá sinni eru götur og gangstéttar, gatnalýsing, umferðarljós, sorphirða, garðar og opin svæði. En sem dæmi stærðir, þá
Þá voru á Akureyri árið 2002 112 kílómetrar af götum, en í dag eru það 135. Helstu áherslur í starfi umhverfis- og mannvirkjasviðs. Það er framfylgd og endurskoðun á umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrar, upplýsingagjöf og skráning á loftgæðum á Akureyri, skógrækt í græna treflinum, úrbætur og umhverfismálum meðal annars við skóla, uppbygging reið- og gangstíga, endurskoðun vegna sorphirðu og sorpeyðingar, en samningu við gámaþjónustu Norðurlands mun renna út í árslok 2018. Metanstrætisvagnar hjá Strætisvögnum Akureyrar, en ákveðið hefur verið í rauninni að kaupa einn metanstrætisvagn sem er komið núna til landsins og er væntanlegur til okkar á allra næstu dögum. Ef þetta er spennandi verkefni og ef vel gengur þá er stefnt að því að kaupa 2 til viðbótar næsta ári. Í vinnslu er skoðanakönnun meðal íbúa Akureyrarbæjar þar sem kannaði meðal annars viðhorf til snjómoksturs og hálkuvarna, auk breytinga á leiðakerfi strætó og niðurstaðna úr þeirri könnun er að vænta í maí. Síðan er líka að auka hlutfall grænna stæða í takt við hækkun hlutfallsvistvænna bifreiða. Huga sé að því að vel sé staðið umhirðu bæjarins, svo sem snjómokstur, hreinsun og fleiru, og að græn svæði fái aukið vægi í bænum til að stuðla bættri líðan íbúa og þeirra sem bæinn sækja heim. Umhverfismál. Mikilvægt er að ávallt verði hugað að umhverfismálum við allar framkvæmdir sveitarfélagsins. Akureyrarbær stendur framarlega í umhverfismálum þannig að tekið er eftir. Stefnan er að gera enn betur og taka forystu meðal íslenskra sveitarfélaga og setja okkur mælanleg markmið. Umhverfis- og samgöngustefna Akureyrarbæjar er mikilvægt stjórntæki í þeirri vinnu og huga þarf framfylgd hennar og endurskoðun. Þróunin er mikil og því mikilvægt að endurskoða allar tímasetningar árlega og einnig að verðmeta þær aðgerðir sem listað eru upp í stefnunni. Leggja þarf áherslu á upplýsingagjöf til íbúanna og virkja þá til þátttöku og athafna, hvort heldur er með almennum fundum eða auðveldum og einföldum netaðgangi. Eins er mikilvægt að í öllum verkferlum framkvæmda og reksturs eða viðhalds verði hugað að áhrifum á umhverfið. Við höfum stigið mörg mikilvæg skref í átt að umhverfismálum og stefnum að því að gera enn betur. Við endurnýjun ökutækja hjá Akureyrarbæ er stefnt að því að aðeins skuli keypt ökutæki sem gengið geta á hreinum innlendum orkugjöfum. Stefnt er að því að allir strætisvagnar bæjarins skuli að hluta að öllu leyti ganga fyrir vistvænu eldsneyti árið 2020. Til að efla almenningssamgöngur og auka þjónustu við bæjarbúa eru strætisvagnar á Akureyri gjaldfrjálsir. Á haustdögum var nýtt leiðakerfi innleitt en unnin var mikil og góð vinna með bæjarbúum sem vonandi kemur til með að stuðla að því að fjölbreyttum ferðaþörfum íbúa sé mætt og að samgöngu og leiðakerfið nýtist sem best. Til að hækka enn frekar hlutfall bifreiða sem ganga fyrir vistvænum orkugjöfum hefur Akureyrarbær skilgreint svokölluð græn bílastæði í bænum. Stæði þess er hugsuð fyrir bíla sem uppfylla kröfur vistvæna orkugjafa og eru auðkenndir sem slíkir. Grænu stæðin eru við Glerártorg, Ráðhúsið, Skipagötu, við Bautan og Menningarhúsið Hof. Ákveðið hefur verið að fara í hreinsunarátak í Hrísey. Þar verður tekið til í bæjarlandinu meðal annars við Áhaldahús og niður við Höfn. Að auki er verið að ganga frá Grendarstöð. Í Grímsey hefur verið sett upp Grendarstöð og unnið er að frágangi. Gengi verður frá listaverki Kristins Hrafnssonar sem búið er að smíða og sett verður niður við Heimskautsbaug í Grímsey. Eitt af stóru umhverfisvænu verkefnum Akureyrarbæjar er Molta sem stofnuð var árið 2007. Molta tekur við lífrænum úrgangi og framleiðir jarðvegsbæti með miklum umhverfisávinningi. Vistorka tók til starfa árið 2015 og er eitt af þeim verkefnum sem við erum virkilega stolt af. Markmið Vistorku er að stuðla að framleiðslu umhverfisvæns eldsneytis með sjálfbærri nýtingu hráefnis sem fellur til á svæðinu. Auk þess kann að félagið mögulega nýting á þeim hliðarafurðum sem framleiðslunni tengjast og með hvað hætti nýting og samspil þeirra getur stutt við markmiðið. Eins og ég hef farið hér yfir höfum við stigið mörg mikilvæg skref í umhverfismálum og farið að framkvæma og setja okkur enn frekari markmið. En stöðugt þarf að huga að næstu skrefum og velti því hér fram hvort samgöngustyrkur væri skynsamlegt næsta skref.
Hægt væri að byrja á einni deild eða einni starfsstöð í bænum og sjá hvernig reynslan verður áður en áfram yrði haldið. Mörg fyrirtæki hafa tekið þetta upp fyrir starfsmenn sína og telja þetta væri jákvætt skref í enn frekari umhverfisvæðingu. Nýframkvæmdir. Framkvæmdakostnaður á árinu 2017 samkvæmt framkvæmda yfirliti Akureyrarbæjar áætlaður 1,5 milljarður. Þar af áætlaður 900 milljónir í framkvæmdi við fasteignir og 600 í framkvæmdi við umhverfismál, götur, stíga, áhöld og tæki. Eignasjóður gatna og stíga. Helstu verkefni í nýframkvæmdum í eignasjóði gatna á árinu 2017 meðal annars endurnýjun gatnalýsingar þar sem kvikasilfursluktum verður skipt út fyrir LED-lýsingu en áætlað að þetta geti tekið 5 til 10 ára að skipta út gömlum kvikasilfursluktum. Kjarnagötu verður breytt þar sem kröpp beygja verður tekin af og svæðið endurgert vegna mikils sigs á svæðinu. Undir nýbyggingu nokkur smærri verk sem snúa aðallega frágangi og má það nefna 2 hringtorg við Naustagötu í Naustahverfi og umhverfi þeirra. Helstu verkefni malbikunar verði í Naustahverfi og við Dalsbraut. Byggður verður stígur meðfram Hlíðarfjallsvegi upp á Rangárvelli með tengingu við Giljahverfi. Stígur við Hörgárbraut frá undirgöngunum upp á Hlíðarbraut. Haldið verður áfram með Drottningabrautastíginn frá hjartaplaninu við flugvöllin inn að gatnamótum Kjarnaskógsvegar og þaðan áfram út að sveitarfélagsmörkum við upplýsingaskilti þar. Áfram verður unnið að frágangi gangstétta í Naustahverfi og víðar. Bráðabirgða reiðileið verður gerð í gegnum Naustaborgir þar sem núverandi reiðileið verður nýtt undir flutninga á Moldarjarðvegi til að byggja upp 9 holu gólfvöll en það þarf mikið efni undir gólfvöllin þar sem svæðið mjög blautt. Áfram verður unnið að umhverfisöryggismálum og má það nefna aukna lýsingu við helstu aðal gangbrautir í skólahverfum sem og endurbætur á þjóðveginum með vegagerðinni. Í umhverfismálum verður farið í upplyftingu á miðbænum, endurbætur í Lystigarði, leiktæki og fleira í Kjarnaskógi, endurbætur á Sundlaugargarði, verkefni tengd útplöntun í Græna treflinu, auk þess sem unnið verður með hverfisnefndum af verkefnum sem þær leggja áherslu á hver í sínu hverfi. Gengið verður frá bílaplönum við Bónus í Naustahverfi og nýjum stæðum við Gránufélagsgötu í miðbænum. Haldið verður áfram með framkvæmdir við Drottningabrautastíg en ákveðin var forgangsröðun á framkvæmdum á síðasta fundi ráðsins. Sett var í forgang á árinu 2017 að hefja framkvæmdir við Leikhúsbrú, auk þess sem kláraði verður kaflinn frá hjartaplani að Kjarnaskógsvegi. Hafist verður handa við síðasta áfangan sem nær að bæjarmörkum, eins og ég hef áður sagt hér. Eignasjóður fasteigna. Fyrirhugaðar framkvæmdir í eignasjóði fasteigna árinu 2017 margar, en þær helstu eru í fræðslu og uppeldismálum það Naustaskóli. En í byrjun árs 2006 hófst undirbúningur að byggingu grunnskóla við Hólmatún í Naustahverfi. Skólinn skiptist í 3 heimasvæði, stjórnunarálmu, miðrými og íþróttasal. Fyrstu hluti var tekin í notkun á haustdögum árið 2009. Skólinn fékk kennslusvæði, verkgreinastofur, miðrými og eldhús til afnota 2012. Framkvæmdum við kennaraaðstöðu og íþróttahús lokið. Áætlað að bjóða út frágang á lóð suðaustan við hús árinu 2017 og framkvæmdum ljúki í október 2017. Glerárskóli, breytingar og stækkun. Fræðslunefnd með í vinnslu þarfagreiningar fyrir breytingar og stækkun á Glerárskóla með það fyrir augum að byggja upp húsnæði sem rými bæði skóla og leikskóla. Á árinu verður unnið að hönnun og undirbúningi framkvæmda. Hlíðarskóli. Að mati fræðslunefndar starfsemi Hlíðarskóla mikilvægur þáttur í þjónustu við grunnskólabörn á Akureyri. Ljóst að þörf fyrir þá sértæku þjónustu sem þar veitt ekki að minnka, fremur að aukast. Því mikilvægt að bregðast við og gera endurbætur á því húsnæði sem til staðar svo hægt sé að nýta það til fulls. Fræðslunefnd hefur óskað eftir því að farið verði í breytingar á húsnæðinu og undirbúningur hefjist á árinu 2017. Áætlað að hefja hönnun og vinna útboðsgögn fyrir framkvæmd. Í menningarmálum helst að nefna Listasafnið. En Listasafnið á Akureyri starfrækt í 2 húsum í Kaupangsstræti. Annars vegar í Ketilhúsinu og hins vegar í Mjólkursamlaginu. Listasafnið opnaði 29. ágúst 1993 á næstefstu hæð Kaupangsstrætis 12
þar sem áður var mjólkursamlag IKEA. Stækkun á listasafni hefur verið í umræðunni í mörg ár. Á árinu 2014 var ákveðið að hefja hönnun og undirbúning framkvæmda. Ketilhúsið er á 3 hæðum, eða samtals 529 fermetra, og húsnæði listasafnsins er á 5 hæðum og er alls 2200 fermetrar. Í dag er listasafnið á Akureyri rekið á annarri hæðinni í mjólkursamlaginu og í Ketilhúsinu. Á árinu 2011 kom fram hugmynd að tengja saman listasafn og Ketilhús. Markmiðið er að gera sýnilegt að eina stofnun sé að ræða og eins er talið að með því móti sé hægt að hagræða í rekstri safnsins. Lengi hefur staðið til að taka efri hæðir hússins undir starfsemi listasafnsins, enda býður 4. hæð hússins upp á mikla möguleika fyrir safnið, þar sem rýmin sem þar er að finna eiga sér varla hliðstæðu hér á landi og myndi stækkunin því setja listasafn Akureyrar í einstaka stöðu meðal safna á Íslandi. Komin var tími á endurbætur og húsnæði þar sem það uppfyllt ekki kröfur, meðal annars eldvarnir og aðgengi fatlaðra. Eins var komið tími á allar lagnir í húsnæðinu, svo sem upphitun og loftræstingu. Útboð er í gangi og stefnt er að því að framkvæmdum ljúki á árinu 2018. Æskulýðs- og íþróttamál. Sundlaug Akureyrar, rennibraut og endurnýjun á yfirborðsefni. Stjórn fasteigna Akureyrarbæjar, þáverandi, samþykkti við gerð 4 ára áætlun 2013-17 að endurnýja rennibrautir í Sundlaug Akureyrarbæjar. Haldin var opin samkeppni og bárust tillögur frá 4 aðilum. Er að ræða framkvæmdir við 3 rennibrautir, stigahús, stækkun á lendingarlaug og tæknirými. Þar sem pottarsvæði í sundlauginni fullnýtt eins og það er í dag og eins að legupottur í núverandi mynd nýtist ekki nema hluta úr ári vegna vandamáli kælingu, var tekin ákvörðun að byggja sambyggða nuddpott og leiklaug samhliða framkvæmdunum við rennibrautina. Verkið er 1 hönnunaráfangi og var boðið út á haustdögum 2016. Áætlað er að ljúka framkvæmdum í lok júní 2017. Komið verður fyrir upphituðu stigahúsi fyrir rennibrautir, stærri lendingarlaug eins og áður sagði og svæðið verður komið í mestallt í 1 hæð og með því næst aukið aðgengi fyrir alla. Þessi framkvæmd er mikið framfaraskref fyrir Akureyrarbæ, enda mest heimsótta mannvirki bæjarins með rúmlega 360.000 gesti á ári. Þegar framkvæmdur lýkur munum við búa því að eiga eitt glæsilegasta sundlaugasvæði landsins. Þjónustubyggingar. Ráðhús. Vinna þarf þarfagreiningu fyrir breytingar sem gera þarf á ráðhúsi, bæði í tengslum við stjórnsýslubreytingar og til að bæta öryggi starfsmanna. Eins þarf að huga að ýmsum endurbótum á húsnæðinu, svo sem er tilliti til eldvarna og einangrunar. Samgöngumiðstöð. Á árinu 2016 var unnin þarfagreining fyrir samgöngumiðstöð á Akureyri. Ákveðið hefur verið að samgöngumiðstöð muni þjóna strætisvögnum Akureyrar og landsbyggðarstrætó, auk þess sem hægt verður að nýta svæði til stuttrar viðkomu fyrir hópferðabíla eða leigubíla. Á skipulagsdeild er í gangi vinna sem er að kanna kosti og galla við staðsetningar fyrir samgöngumiðstöðina, en samkvæmt skipulagi er gert ráð fyrir henni norðan Ráðhús. Leigu- og þjónustuíbúðir. Unnið hefur verið á húsnæðisáætlun Akureyrar og þar eru settar niður tillögur að þörf fyrir fjölgun félagslegra íbúða fram til ársins 2020. Á áætlun ársins 2017 er að koma upp búsetuúrræði fyrir einstaklinga sem þurfa sérbýli. Bygging þjónustuíbúða fyrir íbúa í Jörfabyggð er sett í forgang og verður hönnun sett á stað núna í ár. En eins og þið heyri þá er á mörgu að taka og ég geti auðveldlega haldið lengi áfram. En ég ætla að láta hér staðar numið og hlakka til umræðanana. Takk fyrir. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, við lokum máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara byrja á því að þakka fyrir þessa ágætu yfirferð. Málaflokkurinn eru auðvitað gríðarlega stór, þar að segja þau mál sem að heyra undir umhverfis- og mannvirkjasvið núna, með því að umhverfis og kannski sérstaklega sem að heyra undir ráðið, með því umhverfisnefndin var lögð niður og felld inn í starfsemi
umhverfis- og mannvirkjaráðs. Ég ætla bara að segja að ég hafði ákveðnar efasemdir þetta en var samt til í að prófa þetta. Mér líður ekkert mikið betur, mér finnst þetta ekki, hef svona ákveðnar efasemdir þetta ennþá. En vil bara svona nota tækifæri og skora á nefndarmenn í umhverfis- og mannvirkjaráði að standa undir ábyrgðinni, þar að segja á málaflokknum umhverfismál, og þá kannski, svo ég taki það kannski fram að þá er ég að tala umhverfismál í skilningnum náttúruvernd og loftslagsmál og mengun og sjálfbærni og verndun lífríkis, af því að strangt til tekið náttúrulega fellur allt í kringum okkur undir umhverfismál því að þetta er bara umhverfið okkar og það svolítið talað það, þetta er mjög óskýrt hvernig við skilgreinum þennan málaflokkar, segja umhverfismál versus síðan bara svona snyrting og fegrun umhverfisins okkar. Og ég held að það sé mikilvægt að skilgreina það svolítið vel og þau verkefni sem annars vegar snúa að umhverfismálum eins og við tölum þau í nútímanum og svo hins vegar einhvers konar svona fegrunar útlitsmálum. En ég var samt ánægð að sjá að hvernig helstu áherslur sem formaður fór yfir snúa að mörguleyti að þeim málaflokki sem ég vil fella undir umhverfismál. Þannig ég samt ekkert brjálæðislega svartsýn, en ég hef bara ennþá, svo bara það sem sagt, áhyggjur af því hvort að við höfum tekið rétt ákvörðun með því að fella niður umhverfisnefndina og bara skora á formann að vera mjög á tánum varðandi það. En svona varðandi síðan þessar stjórnsýslubreytingar sem snúa að þessu, þá fannst mér mjög ákveðt hvernig verkefni þessara deilda sem voru sameinuð í þessi svið voru einhvern veginn svona endurmetin og endurskipulögð. Ég er mjög bjartsýn á að það hafi bara verið mjög vel gert. Svo vil ég segja í þessu samhengi að Vistorka sem að mínum að þetta er bara stórkostlegt framtak og mun hugsanlega verða mesti sómi þessa meirihluta, en þá þurfum við samt að passa að umhverfis- og mannvirkjasvið og umhverfis- og mannvirkjaráð firri sig ekki ábyrgð í málaflokkinu, það er alveg gríðarlega mikilvægt. Og sama gildir önnur svið og ráða, því að með þessari breytingu þá var svona ákveðið að málaflokkurinn umhverfismál yrði alltumlíkjandi í kerfinu okkar og það bara, þetta gerist ekki af sjálfu sér, ég er alveg samferðin þá, við þurfum bara öll að vera tánum varðandi það, en þá náttúrulega sérstaklega það ráð sem að ber þá höfuð ábyrgð á málaflokkunum. Og auðvitað bara gott að heyra formann lýsa því yfir að við ætlum að vera í forystu á landsvísu í þessum málaflokki og ég er bara algjörlega til í það. Svona á sama tíma var einhver svona bitur kona inn í mér sem að fussaði við því að umhverfis- og mannvirkjaráðið hafi tekið illa og höndlað illa mál sem var þyrluflug sem var afgreitt ekki fyrir löngu, þar sem að mér fannst einmitt umhverfið ekki njóta sannmælis í þeirri umræðu og en þessi kona býr inn í mér, þessi bitrafúla, og bara stutt í hana stundum, en ég bara ætla að halda áfram að vera ótrúlega bjartsýn á að þetta verði gott hjá okkur. Hvað var það græn svæði, þá og þau fái auki vægi í bænum til að stuðra betri líðan, að þá myndi ég gjarna vilja heyra eins nánar þetta, því við erum auðvitað nýkomin af íbúafundi, þar sem aðalskipulag var kynnt, þar sem var urðu svona dálítið heitar umræður Kotárborgir og hvort á að byggja þar og það græna svæði. Og svo fór ég líka að velta fyrir mér hvort að við eigum eitthvað svona gögn grænu svæðin í mismunandi hverfum og hvort að við séum með eitthvað svona viðmið. Það var bara svona einhverja vangaveltu sem ég er svona svolítið að koma á framfæri. Hvort að ætlum að vera með eitthvað svona viðmið hversu mikið hlutfall af innan hverfis svæði eigi að vera grænsvæði. Þannig að sé bara svona sanngirni í öllum hverfum. Allir fái sín grænu svæði. Ég held að það væri gott að setja einhvers konar viðmið bara hvað það varðar, því að auðvitað eins og kemur fram í stefnuræðinni að þetta stuðlar að bættri líðan, bæði íbúa og náttúrulega þeir sem að koma. Þannig ég held að við ættum virkilega að setja okkur markmið talandi að setja okkur markmið.
Og svo líka sko þetta með grænu svæðin og mér nú svolítið hugsað til þessara umræðum Kotorborgir að þá snýst stundum umræðan svolítið hvort það sé eitthvað verið að nota þetta eða ekki og þá tekur maður auðvitað eins og til dæmis það svæði að það sko, þá raunum við bara svona einn kindastígur í gegnum svæðið og sem kannski, þú veist, en auðvitað fólk fer þarna og tínir ber og svolítið að nútum allt, en mér finnst það mætti alveg gera meira, þú veist, svæðið aðgengilegra og það þarf náttúrulega líka og ég hef oft hugsað líka svæðið sem hinum megin við Glerárna vestamegin, þar erum við með svona skógarsvæði og það bara sko, það raunveru bara einn pingu lítill held ég stígur sem liggur svona eitthvað aðeins í gegnum skóginn en annars þetta bara einn malbikaður stígur. Ég held að megi nýta svæðin og gera þau aðgengilegri. Þannig ég held að við ættum að hugsa það þegar við erum að tala þessi grænu svæði. Og held ég líka að við ættum að reyna að greina það og það getur vel verið að það sé bara vinna sem að gerast að hvernig við skiptum út grasi fyrir gróður sem þarf minni umhirðu því að þetta svona þessi peningur sem fer í svona þessa miklu umhirðu sem að gras kannski þarfnast og það væri ágætt að heyra meira það hvernig það í þær pælingar því ég veit alveg þær pælingar voru einhvers staðar til staðar og ég velti líka fyrir mér hvort það sé verið að nýta eins og þekkingu úr listigarðinum þegar það er verið að velta svona hlutum fyrir sér. Síðan það snjómokstur og þar þreytist ég ekki á því að tala hvað er mikilvægt að moka gangstíga og líka hvað er mikilvægt að fólk geti vita hvort það sé búið að moka gangstígana áður en að fyrir út á morgnana. Þannig að aukin upplýsingagjöf, þá held ég reyndar að því að ég sit nú síðan í einhverju svona litlum starfshóp snjómokstur, að þá finnst mér nú vera ákveðin í ákveðinu og það sé verið að fara í þá átt. Þannig ég held að það hefur svona fulla trú að því að það bara gangi í gegn að hér verði hægt að fara inn á neti og leita sér upplýsinga bara kort af Akureyrarbæ og hvar er búið að moka svona gróflega þegar ég fer út snemma á morgnana. Síðan langaði mig aðeins að fara yfir í strætókerfið af því að þar náttúrulega hafa verið gerðar breytingar og ég velti fyrir mig hvort það sé framöndan einhvers konar endurskoðun eða eitthvað mat á því hvernig til hefur tekist vegna þess að við bæjarfulltrúar höfum fengið mikið af kvörtunum sérstaklega kannski vegna helgaraksturs og þetta eru kvartanir sem ég held við þurfum að taka alvarlega og þarf bara að skoða. Þannig ég bara alveg heyra hvað er planið? Er verið að fara að endurskoða, er verið að endurskoða, er verið að fara að gera það eða hvað? Síðan eins og að benda á, þá rennur sko samningur gámaþjónustu Norðurlands út á næsta ári og þá ég með brjálæðislega fína hugmynda því að það er ekki seinna vænna að fara að velta fyrir okkur hvað ætlum að gera og ég ætla bara að koma á framfæri svona 2 atriðum í þessu máli og annars vegar þá vil ég snúa kerfinu við þar að segja ég vil að við höldum áfram að skaffa hverju heimili eina sorptunnu en þessi sorptunna á að vera fyrir flokkasorp. Fólk sem að vill síðan losa sig við óflokkaðan úrgang, það getur annars vegar farið með það á grenndarstöðvar eða borga fyrir sérstaka svarta sorptunnu. Mér finnst bara ótrúlega öfugsnúið að láta fólk hafa fyrir því að flokka. Og ég held að þetta sé bara eitthvað sem að sé mjög lítið mál að breyta og við ættum bara að gera í endurnýjun þjónustusamningi. Og og að því kerfið áfram einfalt, 2 tunnu kerfi í raun og veru. Það er að segja bláa eða tunna fyrir flokkaðan úrgang og svo moltu lífræna úrganginn. En síðan var hitt sem ég ætlaði að stinga upp á líka. Ég vona formaður sé að skrifa þetta allt saman niður. Það er þetta með sko ég er með plast utan af osti, hvernig flokkaði það, ég er með kekspakka, hvernig flokkaði það, allar þessar spurningar sem allir út allan bæ að velta fyrir sér ljósaperur, hvernig ég flokka það? Og það finnst mér verið að segja það, að finna þetta á netinu og ég myndi segja að það sé bara algjört lykilatriði í þessari þjónustu að það sé hægt að fara inn á heimasíðu gámaþjónustu Norðurlands vegna þess að það ekkert í öllum sveitarfélögum verið að flokka nákvæmlega eins. Og ég flokka samt yfirleitt bara eins og Hafnarfjörður gerir, af því að þar eru oft ágætar
upplýsingar á heimasíðu. En þannig að gámaþjónustan þarf að reka vefsvæði þar sem hægt að leita og þar sem hægt að slá inn svona orð, og ef að segjum að engin annar var búinn að spyrja lugkeksbakka og ég spyr lugkeksbakka, þá bara geti skilið eftir, ef svarið ekki á heimasíðunni, þá geti skilið eftir netfang og ég mun bara fá svarið sent í posti: Sæl Sóley, lugkeksbakkin fer í ég kaupi ekki lugkeks, er þetta ekki pappi pappa. Og síðan það líka sett á netið, þannig að næsti, því síðan örugglega 40 aðrir sem búin að vera spáið þessu sama, þeir fara líka, og þá lugkekspakkin komin upplýsingar það konar á netið. Og náður þessu öllu, búin að skrifa allt. Nei, ég útlista þetta betur fyrir það eftir. En allavega að síðan er það þessi ágæta setning sem ég held að við heyrt rétt, sem eins er mikilvægt í öllum verkferlum framkvæmda og reksturs eða viðhalds verði hugað áhrifum á umhverfið. Og þá ég bara að spyrja hvert að meina, að því ég er bara fullkomlega sammálaði að það er mikilvægt í öllum verkferlum framkvæmda og reksturs og viðhalds verði hugað áhrifum á umhverfið. En ég vil bara heyra hvernig gerum við það og hvernig ætlar formaður að gera það, af því ég hlýtur bara að vera, maður segir ekki svona nema að vera með einhverjar hugmyndir hvernig maður ætlar að gera hlutina. Samgöngusamningar, já takk, það finnst mér mjög gott að heyra, eru konir á yfirborðið og held að þetta sé mjög mikilvægt skref. Svo held ég að við ættum að rukka fyrir bílastæði miðbænum. Þetta er orðið fágæt vara og bara tími til komi að fólk bara borgi fyrir það sem það notar þar. Svo vilja Akureyri verði plastpokalaus bær og mér finnst að umhverfis- og mannvirkjaráð ætti að beita sig fyrir því. Og síðan að lokum í þetta skipti þá er mjög mikilvægt mál sem að ég held að við tölum ekki nóg mikið og það er fjölbreytni vistkerfa sem ég held að hafa verið komið einhverju leyti inn í umræðu í fyrri umhverfisnefnd en hafi kannski ekki alveg skilað sér áfram og sé kannski svona pínu vanmeti. Þar segja að við gerum okkur grein fyrir vistkerfinu í bæjarlandinu okkar, bæði gróðri og dýralífi og hvernig okkar framkvæmdir hafa áhrif á það og hvernig við kannski verndum það sem best. Og þá þarf fyrst og fremst að fara held ég í vinnu við að afla gagna vistkerfið. Ég held að við þurfum að byrja á því, ég held að séum ekkert komin lengra en það. En síðan í kjölfarið þá náttúrulega þarf bara að vakta og varðveita. Þannig ég held að þetta sé mikilvægt mál sem að ég sé að formaður að skrifa hjá sér og við erum mjög ánægð með það. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni umhverfis- og mannvirkjaráðs fyrir sína framsögu sem var að mörgu leyti mjög góð. Mér langar til þess að velta upp nokkrum atriðum. Bæjarfulltrúi Sóley kom reyndar inn á nokkur þeirra sem ég ætlaði að nefna en ég ætla samt svona aðeins að ítreka. Og það er til dæmis þetta ósamræmi sem milli þeirra setningar sem hér græn svæði fá aukið vægi í bænum til að stuðla bættri líðan íbúa þeirra sem bæinn sækja heim. Þetta er falleg setning en þetta er dálítið úr korti miðað við þá umræðu sem á sér stað í bænum í dag og tilkomin kannski vegna þess hvernig aðalskipulagið sett fram og þær hugmyndir sem þar eru. Það er alveg rétt að ég man ekki til þess að það sé til í raun og veru nein stefna það í bænum. Þó það hafi verið rætt nokkru sinnum eftir því sem best veit hvaða stefnu að hafa varðandi grænsvæði eða útivistarsvæði hér og merkja þau sérstaklega
og taka þá bara ákvörðun það. Hins vegar náttúrulega tækifæri til þess núna í þessari vinnu við aðalskipulagið og ég hefði talið miklu gáfulegra að setja þessar hugmyndir byggingarnir í Kotárborgunum fram með þeim hætti að stilla þessu. Viljum við hafa þetta grænt svæði? Viljum við byggja eitthvað á þessu svæði eða viljum við byggja á öllu svæði? En ekki að segja hér munu rísa 260 íbúðir. Sko, þetta nefnilega skiptir máli hvernig við tökum þessu umræðu og það full ástæða til að ræða þetta. Eins og fram kom á fundinum daginn, kynningafundinum, að þá þarna ræða svæði sem tiltölulega miðlægt í bænum. Það tiltölulega ósnert. Það tækifæri til þess að ákveða þá það hvort að þetta svæði verði bara eins og það hvort að menn gerir það á einhvern hátt aðgengilegra með stígum og þess vegna einhverju rjóðurum og gróðurseti þá meiri í þetta eða hvað menn vilja gera. Það bara full ástæða til að taka þessu umræðu. Og það kannski akkurat það sem hefur skort á og hefur kannski leitt til þess að umhverfis- og mannvirkjasvið hefur kannski lítið geta beitt sér í þessu máli. Annað svæði sem líka umdeilanlegt og við þurfum að ræða sérstaklega það Akureyrarvöllur. Ég sé ekki fyrir mér að byggja á Akureyrarvöllum, sem alveg fráleitt. Þannig við með grænt svæði sem alveg tilvalinn svona rjóður hérna í miðbænum í sjálfu sér. Og ég held að við ættum að taka það bara upp sem slíkt og hægt að hafa þarna knattspyrnuvöll sem verður náttúrulega í framtíðinni og þá möguleikar á því að skoða þetta svæði með tillit til þessa. Eins og fram kemur hérna í framsögu formanns þá stöndum við á margan hátt mjög vel í umhverfismálum, bæði hvað varðar flokkun, úrgangsmálum og umhverfismálum almennt. Og við kannski komumst aldrei að því þegar við vorum búin að sitja undir fyrirlesturum í aðdraganda að fundi bæjarstjórnar og Akureyrar og borgarstjórnar Reykjavíkur hérna daginn og þar sem var verið að kynna okkur svona það nýjasta í umhverfismálum Reykjavíkurborgar og við áttum okkur á því að við erum bara ljósárum á undan. Og það raun og veru dálítið merkilegt því að þeir enn að urða lífrænan úrgang, það sáralítið verið að flokka hann með pappír og fleiri þengd úr. Þetta allt atriði sem við eigum náttúrulega að halda á lofti og vinna meira með og benda á. Og það náttúrulega verið að vinna heilmikið í þessu máli. Við erum að vinna því að bærinn verði kolefnis hlutlaus bær og miðað við það sem framkom á ársfundi Norðurorku á föstudaginn að þá fyrir við að geta selt, eða Norðurorka getur farið að selja allavega kolefnis jöfnunar hlutdeild, orðaða þannig. Þannig að við hinn getum þá menga aðeins meira því þeir eru svo duglegir að spara eða eitthvað. Nei, það ekki alveg þannig. En þetta allavega eitthvað sem við erum að vinna að með markvissum hætti. Ég held að sé bara hið besta mál. Búið að vera að gera mjög lengi eða frá því að staðadagskrá 21 var sett hér á fót upp úr aldamótunum. Og ég held að okkur unnist mjög vel á þessum tíma. Aðeins varðandi sorpmáli. Ég botnaði ekkert í þessum tillögum, þessum frábæru tillögum bæjarfulltrúa. Bara ekki baun í bala. Þetta mínum huga bara ógeðslega einfalt. Við bara tökum 30 tonn í kerfi. Og finnum svo bara leið til þess að fá fólk til að flokka nánast allt. Og ég veit ekki betur en að þessar leiðbeiningar sem að það hvað ég flokka og hvernig, það eru komnar fram ef ég man rétt hjá Norðurorku, allavega voru þær auglýstar á ársfundurum á haustdaginn. Bara mjög góða leiðbeiningar sem hægt að nota. Nú, varðandi umhverfis hlutverk umhverfis- og mannvirkjaráðs held ég að ég hef ekki áhyggjur af því. Ég held að séum öll meðvituð okkar hlutverk í því og ég held að sé mjög gott að vera ekki með umhverfismálin í sér nefnd og þá geta hinar nefndirnar fría sig þeirri umræðu jafnvel að þetta komi þeim ekki til það því þetta á að vera í einhver annari nefnd og þannig er búið að slíta málið í sundur. Það skiptir máli alltaf þegar við erum að reisa mannvirki, fara í framkvæmdir, að við skoðum þetta í samhengi við umhverfismálin, umhverfisstefnuna.
Og það er akkurat það sem okkur ber að gera og ég held að við munum gera það bara mjög vel. Og ég segi við af því að ég er náttúrulega sit í þessu ráði og við höfum bara átt mjög gott samstarf í þessu ráði og yfirleitt reynt að komast að niðurstöðu. En það er þó eitt mál sem að við vorum algjörlega öndverðum með í og það var bygging listasafnsins. Nú opna tilbúðin á morgun. Ég ætla að vona að komi ekki neitt tilbúð eða ég ætla að vona að tilbúðin verði öll svo há að það sé ekki framkvæmanlegt einu sinni að fara í þessa framkvæmd. Það er eina leiðin til að bjarga því að við förum í þessa vitleysu. Þá er kannski möguleiki til sem hann endurskoði þessa dæmalausu tengibyggingu á milli Mjólkursamlagsins og Ketilhússins sem enginn veit hvað að gera við. Þá loksins gerum við eitthvað viti í þessu máli. Þannig að mín ósk er sú, verktakagóðir, bjóðið bara nóg hátt eða sleppið því. Það er bara mín ósk. Nú, ef einhverju verktakar að hlusta á mig annað borð. Nú, varðandi annað verkefni sem að við höfum verið að ræða og hefur verið á miklu gáfulegri nótum að það er umræðan samgöngumiðstöðina því að þar hefur þó verið hægt að setjast niður og ræða málin aðeins á svona breiðari grunni heldur en ýmislegt annað. Við áttum óformlega fund daginn sem var bara bæjarstjórnin sem var bara mjög góður þar sem menn fóru svona yfir þessi mál. Og eins og kom fram í ræðun áðan að þá er verið að skoða fleiri möguleika á staðsetningu heldur en þá sem að er inn í miðbæjarskipulaginu norðan Ráðhússins. Og það er bara hið besta mál. Varðandi Ráðhúsið sjálft, þá liggur fyrir núna að umhverfis- og skipulagssvið verður að hluta til hér áfram í húsinu og þá er spurningin hvað menn gera í því. Ég held að væri ráð að menn legðu þennan sal hér af, legðu hann bara undir skrifstofuhúsnæði og við færum að funda bæjarstjórnin í Hofi. Og gerðum það bara til dæmis á Hömrum því ég held að það verði miklu frekar leið til þess að opna á fundina þannig að menn mæti þar utan að götu frekar en að koma upp á fjórðu hæð. Ég held að það veri bara skynsamleg nýting líka á þessu húsi að taka þetta undir skrifstofurými sem ég held að veit ekkert af. Nú varðandi bílastæðin, þá held ég sé alveg ástæða til að ræða það hvort þau eigi að vera gjaldfrjáls eða ekki. Þau eru náttúrulega ekkert gjaldfrjáls. Við erum að taka sennilega meiri tekjur á þeim í dag heldur en við gerðum á sínum tíma þegar það var rukkað fyrir stæðin. En nú eru tekjurnar að koma með neikvæðum formerkjum og það má alveg veltaði fyrir sig hvort að það sé ástæði til að breyta þessu aftur. Við höfum fregnir af því að kaupmenn í miðbænum sé að fá inn til sín reiða túrista sem er að fá þarna sektir og hvaðina kunni ekkert á þessu klukku, átta sig ekki á því þetta er eina bæjarfélagi sem er þetta fyrirkomulag. Þannig að það er bara full ástæði til að ræða þetta mál. Ég get alveg tekið undir það með bæjarfulltrúa Sóleyju. Það er kannski tvennt sem er ekki minnst á í þessari ræðu og yfirferð. Það er í fyrsta lagi bílastæða, eða þrennt, það er bílastæðahús í miðbænum sem að ég held við þurfum að fara að huga að fyrr en seinna. Og var búið að samþykkja fyrir tæpu ári síðan að væri farið í að skoða. Nú veit ég ekkert hvar sú skoðun stendur. Í öðru lagi þá var ekkert rætt nýja lyftu í Hlíðarfjalli en það var samþykkt hér á fundi bæjarráðs að ganga til samninga við vini Hlíðarfjalls þá framkvæmd. Og mér finnst nú full ástæða til að nefna það því að ég held að það hafi áhrif út í samfélaginu að menn vita því að það er verið að gera eitthvað í Hlíðarfjalli. Nú, og svo er heldur ekkert rætt Glerárgötuna í sjálfu sér.
Glerárgata náttúrulega 1 eða 2 akreinar er einhvert verkefni sem að náttúrulega hlýtur að koma inn til umhverfis- og mannvirkjaráðs og umhverfis- og mannvirkjasvið að leysa. Þetta er ekkert á dagskránni og það er í sjálfu sér ágætt að það sé ekki, því að við erum náttúrulega að horfa þarna til framkvæmdar sem eru gjörsamlega glórulaus. Hins vegar þarf að fara að taka ákvörðun það hvort að menn ætli þessa framkvæmd eða láta það eiga sig. Því að uppbygging á Skipagötureitnum, hún verður náttúrulega ekki öðruvís en að deiliskipulaginu verði þá breytt eða Glerárgatan færð. Þannig að það er bara tvennt í því, þannig að það þarf að fara að huga þessu. Nú, svo langar mig bara rétt í lokin til að minnast á það, varðandi umhverfismálin, það mætti fjölga rusladollum í miðbænum og bara bæði í miðbænum. Það mætti fjölga rusladollum í bænum bara heilt yfir. Ég man að það var frétt það ekki fyrir löngu síðan að leikskólabörn fóru og hreinsuðu stíg og þurftu að labba langa leið með ruslið til að koma því á viðeigandi staði. Ég held að sé alveg full ástæða til þess að skoða það og það sé bara verkefni sem að sviðið tekur að sér, bæði það að skoða staðsetningu rusladallana hérna vítt og breitt bæinn og einnig hvort það sé ekki ástæða til að fjölga þeim. Svo finnst mér allt í lagi að velja í miðbæinn rusladalla sem eru aðeins fyrir augað, pínulítið og eitthvað sem að svona fellur betur á því umhverfi sem það er. Ég ætla að láta þetta duga í bili en að öðru leyti þá tek ég bara undir það sem framkemur í þessi skýrslu í sjálfu sér. Það er verið að gera margt gott en sumt getum við gert betur. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Júls Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar, ég þakka formanni fyrir yfirferðina. Ég ætla ekki að fara mikið umhverfismál, mér finnst við erum búin að fara verulega vel ofan í þá þætti og við Akureyringar eru held ég mörgum öðrum til sóma í þeim málum. En það þýðir ekki það að við séum ykkur heimsmeistarar. Við eigum alveg hellingi land og fullt að tækjaunum þar og eigum að nýta okkur hugvit og annað frá Vistorku og fleirum okkur áfram. Nú, ég er ekki alveg sammála bæjarfulltrúa Gunnari Gísla. Ég skildi afskaplega vel hvað sem bæjarfulltrúi Sóliberg var að fara með og mörguleyti getur þess bara verið svolítið sniðug hugmynd. Allt er að velta því fyrir sig hvað myndi gerast. 3 tunnu kerfi, 2 tunnu kerfi, við erum enga skoðun á því. Mér finnst við verið að gera þetta bara ágætlega í dag. En Akureyringar eru aðeins að dala í, ef mér skilst, í að flokka rusl. Þannig að við þurfum að taka svolítið átak í því, kynna það og sýna fram að mikilvægi þess, af hverju erum að því og hvetja fólk áfram til það. Og við erum jafnvel að umbuna þeim sem gera vel. Kannski á ekkert að rukka fyrir neinatunur. Nú, við vorum að ræða áðan reglur gáma og tilvist gáma og við höfum verið oft komið inn hérna inn í bæjarráði og fleiri nefndum bæjarins talað rusl í bænum. Hvað reglur á að setja jafnvel á heimili, hvernig menn að taka til í kringum okkur. Ég held að Akureyrarbær megi nú aðeins girða sig í brók, sem staðar. Tökum bara hérna við kringur ráðhúsið okkar. Það er svona svolítið merki, Akureyrarbær er vörumerki líka. Hvernig við erum að prestera bæinn okkar. Skoðum lóðamerkin hérna í kringum ráðhúsið. Hér liggja girðingar niðri. Bara hérna í kring, bara hefur skoðum þetta bakvið. Skoðum bara girðingar, við hljótum að hafa eitthvað að segja með þetta.
Þarna megum við svolítið taka til og vera svolítið fyrirmyndar hvernig við höfum bregðast við þessu. Þetta eru loðumörkin okkar við íbúa, að ég held. En við höfum allan að hafa þessa hluti í lagi og hvetja aðra til dáða með það. Það hafa oft komið inn bæjarbúar hérna í vitað sem bæjarfulltrúa og kvartað yfir umhirði í bænum. Ég veit vel að við erum allir vilja gerðir en mér finnst ég sé aldrei eftir aurum í umhirði í bænum. Aldrei. Nú, bæjarfulltrúi Gunnar, mér getur ekki verið meira sama að koma einhver reiður túristi inn að þegar hann fikk stöðumælisekt. Bara sorry. Þú veist, maður þarf bara að kynna sig hvernig í öllum bæ. Ég hef ferðast víða. Þetta hvergi neins staðar alltaf eins. Danir eru mjög mikið með þessar klukkur og þeir læsa bílunum jafnvel, sko. Og það er að borga áður en þú sækir bílinn. Það er nú víðast til ýmislegt þannig. Nú, ég er stoltur að við skulum vera með frítt í strætó, ekki stoltur að ég ánægði með það. Ég finnst alltaf svona hálf brosinu oft út í annað þegar fólk er að kvarta yfir strætóliðum. Þetta er frítt. Við erum að bjóða upp á þetta. Þá bara kvartað. Þetta er ekki sama á snjómokstur, það sem okkur skildað til að hreinsa bæinn okkar, öryggistafsæður. En fólk getur kvartað yfir strætó sem við erum að bjóða upp á frítt. Auðvitað má koma með athugasemdir. Nú, það er svona líka kannski ekki rétti vettvangurinn að fara og gagnrýna framkvæmdir og fasteigna Akureyrarbæjar og umhverfis fyrir framkvæmdirnar. Nú, ég skildi að það sé bara framkvæma það sem menn beðnir Það er búið að biðja listasafnið. Ákvörðun tekin einhvers annar staðar. Þó ég sé ekki endur alveg sáttur alla leið það hvernig staðan er og hvaða vettvang við erum að ræða. Ég held að við skuldum bæjarbúum og þeir sem koma í bæinn að klára listagilið. Klára að setja þetta í gang. Kalla eitthvað listagil sem svo kannski ekki til með listagil nema annað en hús í niðurníðslu. Þetta eru okkar eignir. Við eigum þessi hús. Þó er ekki bara að auka verðgildi húsana okkar sem við erum að gera. Svo kannski með hvað hætti við erum að gera, það er aftur allt annað mál. En við erum sannarlega að halda þessu í góðu horfi og það vantar helling upp á þar. Nú hvort að við erum að gera þetta með þeim hætti að fara í útboði eða hvort að ég ráði eitthvað 2-3 smiði bara í vinnu og þeir verða þarna með næstu 10 árin. Það getur líka bara vel að sér lagi. Svo spýtum við í þegar vantar atvinnu í bæinn. Ég veit ekki sem hvort við megum það. En fyrir mér var það í góðu lagi og það ekki 10 ára að gera þetta upp, bara við séum að því. Nú, svo er líka velt fyrir mér að því að við erum að tala listasafnið. Hver stefnum við í þessum málum? Við erum með fullt af fjármunum bunda hérna í Hofi, borgum með því, eða setjum peninga í að borga með sviðslistum þar og tónlist. Nú erum við að fara af stað með sjónlistina líka. Hversu mikið getum við gert? Er Akureyri burður til þess að vera frábær í sviðslistum, frábær í myndlistum, frábær í þessum hlutum eða ætlum við að vera góð í ykkur einu og svo sinna ykkur öðru? Eða ætlum við alls staðar að reyna að vera heimsmeistarar og ná varla að gera nokkuð skapahlut? Mak er bara, já, ég veit ekki, það er ekkert að vera, það er sára lítið, þeir eru í fjárselti, menn fóru fram á sig þar. Gerist eins í listasafninu. Þessi tengibygging jákvæð, ég held að það sé mikil upplýfting fyrir svæðið, en af hverju erum við að gera hana? Meira hluti skulda okkur, minnuðunum, hvers vegna erum við að gera þetta og hvernig ætlum við að nýta þetta? Ætlum við að setja hérna 50 milljónir, 60 milljónir ári inn bara í viðhald húsnæðis á þess að fá tekjur inn? Við vantar alltaf hugmyndir frá bakvið, hvað erum við að fara að gera? Erum við að taka í gagnið risastórt listasafn
Fyrir hvað? Á skilin tekjum, ef við sjáum við tekjuöflun í þessu, þetta finnst mér vanta. Nú, sala fasteigna á móti, ég myndi gjarnan vilja sjá það, við erum búin að tala um það í 2 ár, þetta er alltaf alveg að koma, alltaf alveg að fara að gera. Þetta myndi ég vilja sjá svolítið í betri farveg. En ég hlindur uppbyggingu í listasafninu. En ég myndi vilja sjá rekstraáætlun og vilja sjá svona tekjuáætlun. Þetta þarf ekki alltaf að vera kostnaður. Þetta getur líka að skapa tekjur. Mér finnst það ábyrgðarhluti að skora á verktaka að bjóða nú hátt í verkefni sem við erum að fara í, Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Mér finnst það bara verulega ábyrgðarhluti. Ég vil skora á verktaka að gera ekki hlutina. Þannig að við erum bæjarfulltrúar og berum bænum til hag bæjarins fyrir okkur líka. Þetta eru fasteignir sem við þurfum að byggja. Við getum að skoða á því hvort okkur langi til þess að hafa listasafn eða ekki. Þá gerum við það á öðrum vettvangi, finnst mér. En ég kem upp aftur. Takk fyrir það sinni. Bæjarfulltrúi Brynjar Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tökur til máls Baldvin Valdimarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil að sjálfsög byrja að þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu Isaksen fyrir greinargóða skýrslu. Þetta er viðamikill málaflokkur. Skýrslan ber þess vitni. En hún ber þess líka vitni og sérstaklega þegar við förum yfir umhverfismálin og það hefur nú verið komið inn á þetta áður hérna, að þessi skýrsla ber gríðarlega gott vitni fyrirrennar okkar hér í bæjarstjórn. Og þá er ég að tala eiginlega alla bæjarstjórnir á þessari öld. Það var mikil framsýni að fara út í þessa metnaðarfullu stefnu varðandi umhverfismál og við núna erum í þeirri stöðu að væntanlega, ég vil halda því fram að við séum í forystu allra sveitarfélaga á landinu. Og nú ætlum við að sækja áfram fram við, það þýðir ekkert að dvelja í gömlum afrekum, við erum að halda áfram og við erum með frábært apparat þar sem heitir Vistorka sem að vonandi mun leiða okkur inn í framtíðina. Nú áfram varandi umhverfismálin og það hefur verið komið líka inn á það hérna varandi sorpmálin. Það kom fram að nú liggur fyrir endurnýjun á samningnum við gámaþjónustuna. Mér finnst þetta mjög áhugavert og athyglisvert það sem að bæjarfulltrúi Sólveig sagði hérna áðan, að snúa þessu við. Ég er hrifinn á svona hugsun þegar fólk fer að hugsa út fyrir ramman. Ég er hins vegar alveg sammála bæjarfulltrúi Gunnar Gíslasyni að við eigum einfaldlega bara að skoða það að fara í 3 tunnu kerfi eins og var búið að tala hér á sínu tíma og í raun og veru búið að taka ákvörðun og svo var tekin kúvending á því sviði. Eða varandi það mál, þannig að núna með þessari endurnýjun á þessum samningi og væntanlega þá nýju útboði að við skoðum aðra og metnaðarfyllri lausnir heldur en gámasvæðin. Það hefur komið fram hjá mér áður hér í þessum ræðustól að ég er ekki hrifinn af þeirri lausn. Nú þá varandi framkvæmdina sem koma fram, ég get ekki annað sagt það, ég er mjög sáttur við langmest af því sem að þar kemur fram, nema listasafnið. Ég tel að við eigum ekki að fara í þessa tengibyggingu, við eigum að selja ketilhúsið og við eigum bara að setja þeim meiri peninga í listasafnið sjálft, eða þar að segja gömlu mjólkursamlagsbygginguna og gera það bara reglulega vel. Þá erum við með færri fermetra, minni byggingmassa sem að við þurfum að viðhalda og listasafnið er þess eðlis að það er eðlisinu bara dýrar byggingar, dýrari viðhaldi og dýrari rekstri. Þannig að með því að hafa aðeins færri fermetra þar að hugsa að þá held ég að við getum gert það með hagkvæmari og betri hætti.
Það kemur líka fram að það er hugsanlegt að það er varðandi bygginguna fyrir Nökkva félag siglingamanna. Mér finnst í raun og veru skemmtilegt til þess að hugsa að þessi íþrótt hafi lifað af Drottningabrautina. Ég er svo gamall að ég man eftir því þegar að siglingamenn voru í sögufræðu húsi sem að Flugfélag Íslands átti. Þar var hægt að sitja bátarann beint út í sjó. Þetta var gamalt flugskili. Síðan kom Drottningabrautin og þetta eru meira en 40 ár síðan. Þannig að aðstæða fyrir siglingamenn er búin að vera vond allar götur síðan. Og samt eru við hér Akureyringar með bestu náttúrulega aðstæður til þess að stunda siglingar í íþróttina á Íslandi. Þannig að það er mikið gleðiefni að nú sé að fara í gang bygging loksins fyrir þessa íþrótt. Félagið hefur líka sýnt heilmikinn árangur í sínu íþróttastarfi og það hefur verið ótrúlega öflugt þrátt fyrir erfið aðstöðu. Þess vegna vil ég brýna fulltrúa í ráðinu að skera ekki niður bygginguna þó að það hafi verið hærri undirbúningskostnaðurinn, taka þetta bara á lengri tíma og að halda áfram með þau metnaðarfullu plön sem eru núna í gangi. Að lokum varðandi samgöngumiðstöðina, það var mjög góður þessi fundur sem var hérna daginn, þessi óformlegi bæjarstjórnarfundur þar sem við fórum yfir málefni samgöngumiðstöðina. Það var alveg ljóst að það er ekki skortur á ýmsum hugmyndum. Þannig að ég vil líka hvetja bæjarstjórn til þess að skoða aðrar hugmyndir heldur en þær sem eru á teikniborðinu í dag. Og lokum að þá vil ég þakka Guðríði Friðriksdóttur, óskanir til hamingju með nýja starfið og hennar starfsfólki fyrir góð störf. Takk fyrir. Baldvin Valdimarsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla kannski ekki að fara að taka mikinn ræðutíma hérna. Ég ætlaði nú kannski ekki heldur að taka þátt í umræðinni en ég gat ekki orða bundist. Það voru nokkur atriði sem komu sem ég varði að fá að taka þátt í. Mér fannst þessi umræðinnar Sóleyjar að snúa þessu við með sorphirðuna. Athyglisverð, ég bara pínulegt ágjörð því að það myndi kannski ekki duga mér að vera með eina tunnu til að koma, ef þetta er bara losa 2 vikna fresti. Af því að maður svo flokkar vel og er með mikið flokkað, þá er það kannski spurningu það því að ég fer vikulega í grenndargá með flokkar rusl, þannig að ég er svona en ég tek það líka fram að ég var á sínum tíma ásamt ellistanum fylgjandi því að fara í það kerfi sem er núna við lýði og það er endurnýjun á þessu eða það þarf að taka samningur rennur út í árslok 2018, það þarf að skoða alla möguleika og þetta er bara skemmtileg tillaga sem kom frá Sóli og mjög vert að skoða hana. Ég ákvað að koma inn í pontu út á einu atriði. Ég hef ekki upplifað það hér í bæjarstjórn áður að menn hafa talað eins og Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi gerði hér áðan. Mér finnst bara verulega sérstakt þegar bæjarfulltrúi stendur hér og óskar eftir því að verktakar í bænum bjóði svo hátt í verk sem Akureyrarbær er að taka að sér að gera að það verði ekki hægt að fara í framkvæmdir. Og jafnvel þeir bara bjóði ekki neitt. Þetta er þvílík hneisa að þetta skulle vera sagt hér í bæjarstjórnarsal af bæjarfulltrúa. Það var mín skoðun. Mér finnst það furðulegt, við erum að vinna fyrir hagsmuni bæjarfélagsins okkar að bæjarfulltrúar skuli leyfa sér að setja svona fram í bæjarstjórnarstól. Það er bara mín skoðun. Mér langaði bara til að koma hann í framfæri. Það er gert ráð fyrir 400 milljónum króna í áætlun vegna Listasafnsins. Það er komin 540 milljóna króna tala í umræðuna. Hvaðan hún kom, það verður gott að vita það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Dagbjört Pálsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar bara að byrja að þakka formanni umhverfis- og mannvirkjaráðs og bæjarfulltrúa Ingibjörgu Ísaksson bara fyrir mjög greina góða stefnuræðu
ráðsins og það er ótrúlega margt búið að koma þarna fram og mér langar að taka undir með bæjarfulltrúa Ingibjörgu hversu vel Akureyrarbær er að standa sig í umhverfismálum þó við getum alltaf að rósum á okkur bætt og stefnan okkar er hér klárlega að gera það, að gera betur og umhverfismál eru sérhverju sveitarfélagi mikilvæg og það er mjög nauðsynlegt fyrir okkur að hafa mjög skýra sýn og stefnu á hvert við ætlum að stefna, hvert við ætlum að fara og mælanleg markmið. Umhverfismál eiga sérstaklega staði í huga mínum og hjarta og ég geti talað mjög lengi um þau en ég ætla ekki að gera það. En ég tel samt að alltaf fleiri og fleiri sé að spá í umhverfismálum, hvort sem það er að flokka meira eða betur, ganga að hjóla frekar en að nota bílinn og hvers konar bílakostir velji með til eldsneytisgjafa. Ég er ótrúlega ánægð með að við séum komið með umhverfis- og samgöngustefnu og ég tel að það sé bara ótrúlega öflugt og jákvætt fyrir okkur sem sveitarfélag og bara tek undir mikilvægi þess að stefnunni sé framfylgt og tímasetningar séu skoðaðar árlega. Varðandi loftgæðin okkar, þá tel ég við getum farið að vinna enn betur að loftgæðastefnu okkar og í samvinnu kannski við Vistorku. Sérstaklega það sem að nýr mælir er kominn. Þá tel ég einnig mikilvægt að við höldum með þá tengingu okkar sem við höfum verið með síðustu ár við Nordic Twin Town Climate Conference, þar sem að loftslagsráðstefnur eru haldnar til skiptis í vinabæjunum og þar sem að mikið og metnaðarfullt starf hefur átt sér stað og á þessum ráðstefnum og að samvinnan og upplýsingarnar og hugmyndavinnan hefur skilað okkur ótrúlega mörgu, til dæmis í vinnu umhverfis- og samgöngustefnunnar. Mér langar aðeins að koma inn á varðandi kynningarefni tengt flokkunni. Það var farið í átak á síðasta ári þar sem að við vorum í samstarfi við N4 þar sem voru gerð ýmis myndbönd hvernig við flokkum, molta var kynnt, ýmis konar kynningar og auglýsingamyndbönd sem voru sett inn bæði hjá þeim inn á N4 með auglýsingum og inn á síðun okkar og þau eru öll aðgengileg inn á Akureyrarbæjarsíðunni en spurning hvort að við getum gert betur í að finna réttan farveg að þessu auðveldar að fara inn á þau. Það er, skal alveg taka undir það en fræðsla er bara samt eitt af því sem við þurfum bara alltaf að vera að gera. Við þurfum alltaf að vera að vinna að henni og hún þarf bara að vera sýnileg og það er bara, við getum alltaf gert betur í því þótt við séum að gera vel líka. Og ég get vel tekið undir varðandi samgöngustyrkinn og hann var reyndar reiddur í vinnuhópnum umhverfis- og samgöngustefnuna en fékk ekki samhljóm þar. En það væri mjög frjálegt að pröfa þetta og gera tilraun á einhverju vinnustað. Tek alveg heilsjartar undir það. Aðeins bara samninginn, það er búið að vera að tala eins að þegar við förum í að endurskoða samninginn að þá er kannski mikilvægt að fara bara vel yfir hlutina og þá með tildis hvað við höfum gert nú þegar eins og með grenndarstöðarnar okkar og endurgerð á nýja Gámsæðinu og margir vilja sjá þessa þriðju tunnu og ég skil það mjög vel að við viljum hafa þessa þriðju tunnu að hafa hennan möguleika og sem er bara rosalega jákvætt því það þýðir að fólk vill flokka, fólk vill gera betur og það vill hafa þetta nær sér og allt það en í upphaflegu myndinum það var náttúrulega ekki hugsað með reka grenndarstöðarnar með þriðju tunni og ég veit bara að það eru rosalega margir sem væri bara ekki til í að missa þessar grenndarstöðar og við náttúrulega erum búin að leggja pening í grenndarstöðurnar að hvort að við þurfum þá að hugsa jöfnun upp á nýtt hvort sem við viljum hafa þá þriðju tunnuna með grenndarstöðunum eða hvernig við ætlum að vinna en þetta er auðvitað eitthvað sem ég býst við að fara á stað einhvers konar vinnahópur eða vinna í kringum það og þetta er bara já, en ég hugsa að það bara flokka allir það mikið að kannski ein tunna dugi ekki við hús. Ég tek undir mig bæjarfulltrúa Guðmundur með það að það kannski dugir ekki ef hún er bara losið einu sinni í mánuði. Það þarf að hugsa þá frekar. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra að þessu sinni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Og næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er inn í bara þessa umræðu sem hefur verið
sem er að mörguleiti bara mjög ágætt og mjög áhugaverð og ég tek nú undir með bæjarfulltrúa Guðmundi að það er mjög sérstakt að heyra hennar málflutning frá bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni og ég held fyrst að það væri bara ég sem skildi hann ekki af því ég skil hann stundum ekki og hann skilur mig ofta ekki en það voru fleiri í þetta skipti varðandi Listagilið og mér finnst bara alveg ótrúlegt þetta svæði Listagilið, þvílík framsýni sem það var þegar þessar gömlu byggingar voru teknar undir menningastarfsemi og allar þær hugmyndir sem lágu þar að baki og ég tek undir með bæjarfulltrúa Baldvini þó að reyndar ekki tala það einstaka atriði heldur umhverfismálin að einmitt að bera virðingu fyrir því sem aðrir hafa gert og þeim ákvörðunum sem aðrir hafa tekið og sem hafa alveg örugglega oft verið umdeildar og erfiðar en við þetta finnum hvað skil okkur rosalega miklu núna og þar á meðal Listagilið og mér finnst bara hálfsorglegt að heyra alltaf fulltrúa Sjálfstæðisflokksins tala þetta niður, tala Listagilið niður og það vill svo skemmtilega til að í hádeginu í dag satt ég á súpufundi með svona menningarsúpa sem aðilar úr menningargeiranum á Akureyri koma bara saman og spjalla yfir súpu. Þar var einmitt verið að ræða Listagilið og sölu eigna og einmitt þetta hvernig við höfum Reykjavík sem víti til varnar sem stað þar sem að starfseminni sem að trekkir ferðafólk að til bæjarins ýtt í burtu af ferðamönnum. Þetta gerist ef maður gerir ekki neitt. Þetta gerist ef við höfum ekki stefnu í málunum, ef við ætlum ekki að byggja þetta upp, ef við ætlum ekki að viðhalda þessa starfsemi, ef við seljum allt og að þá þessi starfsemi ekki lengur til staðar og það þarf aðeins að hugsa fram í tíman. Og ég held að við reynda getum tekið þá umræðu svolítið betur í bara sambandi við skipulagsmálinu og aðalskipulagið og stefnuna þar. Af því að markaðurinn sér bara alls ekkert alltaf allt sé á hinn besta veg. Og svo varðandi strætóþjónustuna sem að bæjarfulltrúi Preben kom inn á, má ekki kvart yfir henni að þjónur ókeypis, hvað rugl er það? Ég meina þá nú betra að borga eitthvað smá fyrir þetta eða bara borga fyrir þetta og geta þá kvarta. Ég meina auðvitað þarf þjónustan að vera ásættanleg, sérstaklega svona mikilvæg samfélagsþjónusta eins og almenni samgöngur. Og ég meina það bara frábært og bara virkilega fjöður í hatt Akureyrarbæjar að hafa ókeypis í strætó. Þetta eitthvað sem við montum okkur á út allt. Og en auðvitað þarf þetta að vera lægi, þarf þetta að vera notæft. Ég meina þetta til þess að leikurinn gerður að auka notkun á þessu kerfi. Og þá náttúrulega gríðarlega mikilvægt að taka mark á þeim ábendingum sem koma frá þeim sem að nota kerfið. Og já, þannig við höfum eftir að heyra meira það hvernig það plan er. Og svo bara í sambandi við kynningarátak vegna flokkurinnar að ég veit að það fari í kynningarátak og ég veit að það eru myndbönd en þegar ég var heima eitthvað bara hvað á ég að gera við þessa ljósaperu þá var ég ekki að fara að horfa öll myndböndin en ég get þess að sagt ykkur að ljósaperunar þeim má skila á gámaþjónustunar í Berghellu 1 í Hafnarfirði. Það hefur interneti sagt mér og í Reykjavík í Sorpu þá má setja þetta með spillefnum og raftækjum. Ég veit ekki hvernig við gerum þetta hérna á Akureyri. En auðvitað þarf að bæta þetta og eins líka bara svona í því efni fyrst að tala ljósperur að þá finnst mér svona smáraftæki að þurfa að fara með þau upp á gámasvæðið. Mér finnst alveg vanta bauk fyrir smáraftæki í Grendagáman svo ég komið því bara framfæri. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er greinilegt orð mín hafa vakið hér hörð viðbrögð. Það er bara eðlilegt að þið gerið. Þetta er ekki ábyrgðarleysi fyrir fimmur. Þetta sýnir mikla ábyrgð að reyna að benda á það að ef að eitthvað verður ekki eins og kom ekki í tilboði eða tilboðin verður há,
Það verður ekki farið í þess arfa vittlausu framkvæmd. Og það að halda því fram bæjarfulltrúi Sóley að við sjálfstæðismenn séum á móti listakýlinu líka arfa vittlaus staðhæfing. Hvenær höfum við sagt það? Við höfum aldrei sagt það að við værum á móti uppbyggingu í listasafni. Bara aldrei. Ef þú getur sýnt mig fram á það, þá væri gott að sjá það. Í fyrsta lagi þá höfum við sagt um að byggja listasafni upp. Það var eitt af kosningamálunum okkar að það yrði gert. Það var hins vegar gert á kolvitlausum forsendum eins og þá var og bara vegna þess að við vorum ekki með réttar upplýsingar í höndunum. Tengibygging á milli Mjólkursamlagsins og Ketilhússins hefur ekkert með þetta að gera. Hún hefur ekkert með þetta að gera. Það var alltaf lagt upp með það, allavega í þeirri umræðu sem var á þessum tíma, að þetta yrði gert í Mjólkursamlaginu einu og sér. Og það ekkert sem segir það að salan á Ketilhúsinu muni eyðileggja ímynd listasafnsins og listagilsins, bara ekki nokkuð skapaða hlutur. Það hægt að selja svona eignir með kvöðum. Það bara ekkert mál. Og það hefur komið fram í umræðum hérna í bæjarstjórn að það virðist bara ekki vera að liggja fyrir neitt það hvernig Ketilhúsi skal nýta. En hins vegar skal byggja tengibyggingu til að geta fjölga opinberlega reknum kaffihúsum í miðbænum allavega eitt sem líka arfa vitlaust. Það nóg af kaffihúsum í miðbænum. Hvaðan þessi tala komin, bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin? Hún komin á minnisblaði dagsettu 1.2.2017 sem lagt var fram í umhverfis- og mannvirkjaráði, 5. liður í fundagerð 16.02. 4. fundur. Opinbert plagg, eða það lagt fram í nefnd, þá það opinbert plagg. Ég bókaði á þessum sama fundi vegna þess að ég greiddi atkvæði gegn því að það yrði farið í útboð á þessum forsendum og þar koma þessu tölu fram. Þannig að þessar 540 milljónir eru bara opinber tala og verður ekkert falin sem slík. Þannig að það bara algjörlega ljóst. Þannig að við verðum bara að hafa það í huga. Við stöndum til dæmis núna frammi fyrir því að eins og með Nökkva bygginguna að við samþyktum að hún myndi kosta 90 milljónir. Það í áætlunni 90 milljónir. Ok. Nú eru komið fram áætlanir það að þessi kostnaður verði eitthvað hærri og hann bara vel útskýranlegur og þá þurfum við að taka afstöðu til þess, ætlum við að skerða þá byggingu til að halda sína kostnaðaráætlanir eða ætlum að halda henni í sömu stærð vegna þess að það sé bara gáfulegt til lengri tíma. Við náttúrulega byggjum okkar ákvarðanir á ákveðnum rökum, ákveðnum tilgangi. Ég sé ekki þennan tilgang fyrir þessi hækkun upp á 140 milljónir í listasafni, bara sé hann ekki. En það samþykti hann ekki. Og ég bara vonast til þess að bæjarfélaginu verði bjargað frá því að verði farið í þessa framkvæmd. Og ég tel það mjög, ég ætla að ítreka það, bara mjög ábyrga afstöðu að minni hálfu. Og ætla ekki að víkja henni. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur nú lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vil eins og aðrir þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu fyrir yfirferðina og bara frekar góða og ítarlega stefnuræðu og stefnuræðu. Það er ekki bara verið að segja hvað er búið að gera. Þannig ég var ánægð að sjá það. Það reyndar alltaf leiðilegt að koma þegar flest allir eru búin að koma og er búið að koma inn á allt. En þannig ég mun vísa í ykkur hérna örugglega hægri vinstri. En ég verð nú eiginlega að byrja á því að taka undir með bæjarfulltrúa Sóleyju að ég er á því að bæjarbúar eiga alltaf að koma á framfæri ef þeir eru ósáttir.
hvort sem er að ræða fría þjónustu eða ekki, þegar raunin þjónustan aldrei frí, við erum náttúrulega alltaf að borga útsvar til bæjarins, þannig að og ég held í rauninni innst inni sé bæjarfulltrúi Preben örugglega sammála því. En eins og kom hérna fram og Sóli kom inn á, þá var hérna á haustdögum innleitt nýtt leiðakerfi og við höfum alveg bæjarfulltrúar orðið var við það að það vera kvartnefndaþjónustunni og sérstaklega helgarþjónustunni, þannig að ég vil bara taka undir með Sóli, mér finnst við þurfum að hlusta og skoða hvort það eitthvað sem við þurfum að laga og bæta í þeim efnum. Eins hefur verið mikið undanfarið kvarta undan svifryksmengun og bara síðasta viðtalstíma bæjarfulltrúa voru held ég 3 erindi þess efnis. Þannig að mér langar bara að spyrja hvernig mælingar að koma út núna, hvort það sé koma eitthvað verið út heldur en hefur verið. Og ég vil líka bara taka undir með bæjarfulltrúa Dagbjörtu að loftgæði eitthvað sem við þurfum að skoða betur, því að það eru bara margir íbúar bæjarins sem hafa verulega áhyggjur af þessum málum. Já, Sóley, bæjarfulltrúi Sóley, ég held að ég hef aldrei staðið hér uppi og talað Listagili niður. Ég held að það hefur frekar verið á hinn veginn að ég frekar talað Listagilu upp og talað hvað mér finnst þau hafa verið að gera góða hluti og flottar sýningar og flott kynningarefni frá þeim og á þær sýningar sem ég hef farið að opna hefur verið vel mætt, þannig að þau eru að gera mjög margt gott þarna. Þó ég sé ekki endalega, og ég tala fyrir því að þessi hugmynd, ég hef ekkert séð að henni, mér finnst hún góð en mér finnst bara tímasetningin ekki kannski hafa verið rétt að fara í fulla framkvæmd og ég hef líka tekið hérna fram eins og bæjarfulltrúi Preben að mér finnst ég ekki ennþá orðin samferð starfsemina sem á að vera þarna. Eins og starfsemin í dag, þá finnst mér húsnæði bara gott og gilt eins og það að segja stærðin á því, en auðvitað þarf að fara í uppbygging og viðgerðir og allt svoleiðis en já, ég segi eins og bæjarfulltrúi Preben, ég hefði viljað fá meiri samfæringu yfir starfsemina og hvernig hún á að auka tekjur eða þá að auka ég er ekki búin að sjá neitt hag af því að fara í þessa viðbætur eða þessa aukningu á framkvæmdum og ekki heldur í rauninni ekki búið að samfæra mig nógu mikið að það muni auka það að fólk muni sækja þarna mun meira heldur en núna í dag, nema þá kannski á þetta kaffihús. En ég vil fagna því að stækkun á Hlíðaskóla og ég satt tíma í skólanemnd sem heitir núna fræðsluráð og það er eins og ég sagði hér á síðasta bæjarstjórnarfundi fekk ég tækifæri á að heimsækja þennan skóla og ég var bara agndofa yfir því hversu gott starf er þar unnið og ég hef heyrst frá mörgum foreldrum sem hafa átt þar börn að vera þeirra hafi haft verulega jákvæð áhrif. Þannig að mér finnst mikilvægt að við séum að bjóða þeim upp á góða aðstæðu eins og í öðrum skólum hér í bænum. Varðandi samgöngumiðstöðina, auðvitað höfum við komið því framfæri hér að ég og fleiri að við höfum haft efasemdir staðsendinguna og ég er bara þakklátt fyrir að það hefur verið settur á þessar fundur og bæjarfulltrúar hafi bara rætt þessar hluti saman og sammælst að skoða hvort aðrir möguleikar séu betri og við langaði bara að varpa í fram hvort að mætti ekki hafa svipaðan fund varðandi Glerárgötuna, að við setjumst bara niður öll saman og ræðum fram og tilbaka kosti og galla og reynum að komast einhvern veginn sameiginlega niðurstöðu. Já, eins bara pínu hissa á að formaður hafi ekki komið inn á Nökkvasvæðið því að mér finnst það verulega spennandi uppbygging og en síðan aðeins varðandi umferðaröryggismálin. Formaður kom inn á það að þetta auka lýsingu við helstu aðal gangbrautir í skólahverfum en ég hef líka heyrt miklar áhyggjur af því bæði þegar ég satt í skólanemnd og svo bara frá bæjarbúum að varðandi umferðaröryggi á bílaplönum og við skóla, sérstaklega við Síðuskóla og Giljaskóla og aðkomuna inn og út af þessum bílaplönum, bæði inn á bílaplönum og inn og út og þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða. Það er rosa mikið
notkun á bílaplaninu sérstaklega við Giljaskóla. Þarna stórt 5 hús, þarna eru hundruð barna að æfa íþróttir og þarna verður oft bara kaos og fólk kemst hvorki fram eða tilbaka og börn að labba þarna á milli bíla. Þannig að þetta eitthvað sem við verðum að skoða. Mér langaði að spyrja varðandi sundlega framkvæmdar. Nú lok áætluð í júní. Bara hvernig staða á kostnaði varðandi það með áætlanir. Eins langar mig enn og aftur að ítreka mikilvægi þess að við förum sem fyrst í Tryggvabrautina og lögum það varðandi umferðaröryggi. Ég veit að Guðmundur Baldur bæjarfulltrúi hefði örugglega komið upp og minnt mig á það, hefði ég ekki minnst á það eins og hann hefur gert það áður. Eins af því að það hefur verið svo mikil umræða á netinu núna varðandi hundahald. Þá verði ég að koma inn á það. Það nokkrar góðar ábendingar sem hafa komið það fram. Þannig að mér finnst við kannski ættum aðeins að setjast yfir þau mál og fara yfir hvort það sé þörf á breytingum varðandi upphæð á gjaldtöku og hvað eigi að vera innifalið í því og ekki. Og eins var okkur bent á það að einu sinni hefði verið þannig þegar hundur týndist og var fangaður af dýraeftirlitinu, þá þurftu þeir sem voru með óskráða hund að borga þrefalt á við, eða allan að helmingi hærra, held ég að hafa verið, gjald til að leysa hundin út, heldur en þeir sem voru með gjald. Og mér finnst það bara ekki spurning, auðvitað bara á það að vera þannig. Það þannig, að ég held það. Það bara hvet nefndina til að fara aðeins yfir þessi mál. En ég held ég ætla bara að láta duga allan í bili og bara þakka góðar umræður. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, það er fyrir þessu. Já, mér finnst það að menn eiga að svona hugsa sig þegar maður að kvarta eða óska því að rétt og hinn og þessu. Ég ekki að tala ábendingar. Ég tók að fram í málum minn áðan að menna sjálfsög að koma með ábendingu hvað betur má gera. En mér finnst bara stundum með að horfa á samfélagið sem við búum í, að við búum í svona einhverjum konar réttindasjúku samfélagi. Ég var bara rétt á þessu og ég var rétt á þessu og ég var bara rétt á þessu. Það er ekki bara endilega, þá ætlum ég að taka ég er ekki strætó, ég ætla bara að taka alveg klárt. Það er ekki það. En mér finnst bara samfélagsstundum að það sé bara einhver svona síkill í gangi. Þá er ekki bara hvernig við seljum banka. Þó það getur kannski verið rótin að því. En við gleymum stundum á skyldunum. En við gleymum klárlega ekki hverju ég á rétt á. Og meðan við erum svolítið sjúkir í því. Salan á Ketilhúsinu, já, mér oft fundið það spennandi hugmynd. En ég ekkert viss að það leggist eins vel í þorra bæjarbúa. En ef við ætlum að fara af stað með listagilið, eins og flest bendir til, og þá vonu ég sannarlega að við fáum mjög hagstætt tilboð í það, og tengigangurinn. Kaffihúsið er spurningamerki við, ég get tekið undir málflutning annars sem komið inn að hverju við að byggja enn eitt húsið undir kaffihús. Það sprettur upp bara 2 veitingastæðir til dæmis í dag. Það er bara pólitík. En það getur verið að sé listasafn til framdráttar. Það má vel vera, en það eru einhverjir 200 metrar í næsta kaffihús þar og nokkur þar í kring. Ef ekki 100 metrar. Ketilhúsið, ég held að ef við ætlum að fara af staði og menn ekki með alvöru rekstra áætlun hvernig við ætlum að gera þetta, þá þurfum við bara að hugsa alveg um það að bjóða út reksturinn á Ketilhúsinu til 7 ára með einhverju kvöðum. Við þurfum ekki að selja það, en ef við treystum okkur ekki til að reka þetta og gera þetta þannig að við séum ekki auka álögur á málaflokkin og taka af listinni sjálfri,
þá þurfum við kannski bara að hugsa það, hvort við höfum bara bjóða út reksturinn í Geitahúsinu, hvernig hugmyndir menn hafa, við getum gert það með kvöðum inni, hvað menn vilja gera, það þurfa að vera eitthvað ákveðið, 7 ár, það er fínn tími í svona rekstra hugmyndir. Yfirleitt ertu búin að taka mest úr hugmyndinni á 7 árum. Nú, og þegar við erum að tala Listagilið og myndlistina og sviðslistan, og ef við ætlum að vera Listagil og ætlum að sinna því vel, þá þurfum að ákveða að við ætlum að gera það. Flestar borgir og bæir í Evrópu sem hafa verið að mynda sér sérstöðu, það gerðist ekkert óvart. Það var bara ákveðið, við ætlum fyrir fleiri 100 ári síðan, það ákvað Vínarborg að við ætlum að vera miðstöð tónlistar í Evrópu. Það var bara ákveðið gert það. Flórens ákveðið að fara í myndlistina. Og fleiri. Og menn settu bara fullt effort í það. En mér reyndi ekki vera bestur í öllu. Við kannski viljum bara kannski vera það. En stundum það maður kannski bara taka af skarið og ákveða hvert við stefnum. Og vera þá bara svolítið góð í því. Nú, ég gleymdi að koma inn á þeim varðandi bílastæðahús. Það er mjög aðkallandi að við förum að taka ákvörðun og ljúka þeirri vinnu, hvar við viljum sjá bílastæðahús er í rísa. Ég held að saman hvað okkur finnst gjaldtöku á bílastæðum eða hvort það verður verið gjaldfrjáls annað, þá þurfum bílastæðan allan að vera til staðar. Það töluverð uppbygging að fara staði í miðbænum. Og vonandi verður bara meira fólki hérna, ég held að það sé nokkuð klárt. Nú, samgöngumiðstöðina, ég vil bara hrósa meirihlutanum og þeir sem að því komu að vilja taka það mál upp og ræða það á þeim forsendum sem við verðum að ræða í dag og vonum við klárum það og fáum einhverja góða niðurstöðu úr því. En annars takk. Bæjarfulltrúi Bjarni Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Stendum bara aftur hérna í ræðustól vegna ummæla bæjarfulltrúa Gunnars að það sé alls ekkert ábyrgðarleysi af sinni hálfu að haga málflutningi sínum eins og gerði hér áðan. Ég get bara alls ekki verið sammála þessu. Það er hans prívat og persónulega skoðun og jafnvel sjálfstæðismanna að þetta sé arfavitlaus framkvæmd. En að standa hér og óska og vonast til þess að verktaka sé að horfa og þeir bjóði nú alls ekki í þetta sé svo vitlaust. Og helst á að bjóða svo hátt að það sé ekki hægt að fara til þessa framkvæmd, það finnst mér ekki samræmast hlutverki bæjarfulltrúa sem á að bera hag bæjarbúa í brjósti, það að segja á að hafa svona að leiðarljósi að við gerum hlutina sem hagkvæmastan hátt. Ég spurði hérna hvernig á því að við staðið að þessar 540 milljónir hefur komist til loftið og Gunnar benti mér á það að þetta hefur verið bókað í umhverfis- og mannvirkjaráði. Ég bara hef aldrei upplifað svona áður. Það er lagt fram minnisblað kostaráætlun. Það er aldrei, held ég, og ég spurði hér framkvæmdastjóra umhverfis- og mannvirkjasviðs, hvort að þetta hefur tíðkast að menn væri að gefa út kostnaðaráætlunina þegar menn væri að fara með verki í útboð. Nei, það hefur ekki gerst. Og mér finnst mjög sérstakt að þetta skulle hafa verið bókað hvað menn eru konum með kostnaðaráætlun þegar menn eru að kalla eftir útboði. Ég held að þetta sé einsdæmi. Og mér finnst þetta bara vítavert. Þegar menn eru að sko tala svona óábyrgt í okkar, sko, ég skil þetta ekki, mér er bara misboðið. Ég vil bara segja alveg eins og er. Fyrsta lagi, við erum með 400 milljónir í áætlunum, allt inn er komin einhver 540 milljóna fjárhæð í loftið, það er ljóst að verktakar munu til að horfa á 540 milljónar, þeir setjast ekki niður og reikna út hvað þeir ætla að geta gert þetta framkvæmt verkið á, þeir náttúrulega setja bara lágmarki 540, það er kostnaðaráætlun, Gunnar er búin að upplýsa það. Það veit allir það núna. En svo er náttúrulega líka búin að standa hér í ræðupúlti og óska þess að menn bjóði bara miklu herra. Þannig að við förum ekki framkvæmdina.
Mér langar líka aðeins af því að menn tala hér að þetta sé verið að auka kostnað okkur með marga 10 milljóna króna ári. Tengibyggingin, það er bara ekki rétt. Tengibyggingin sem slík, hún kostar ekki mikla peninga í heildarsamhenginu. Ég ætla ekki svona að fara að ræða það vegna þess að það er í kostnaðaráætlun. Mér finnst það ekki ástæða til þess að tala um það hvað nákvæmlega fjárhæð liggur þarna á bakvið. En sú fjárhæð mun kannski ekki kosta það þegar menn að tala með þetta mun auka kostnað á listasafninu 50-60 milljónir, þá er það bara ekki rétt. Tengibygging gerir það ekki ein og sér. Hún mun aftur á móti vantanlega verða til þess að það verður hægt að reka þetta hagkvæmara, þessa einingu, þar að segja listasafnið. Og ég er alfarið á móti, ég get á viðurkennt það, að ég er mikill áhugamál listir á Akureyri. Ég fer einhverja einustu listasýningu ef ég kemst í listagilinu. Mér er gaman að fara þarna og það er líf þarna. Og ég held að í framtíðinni þá séum við að stefna því að listasafnið verði listasafn. Og listasafn er þá með safni það sem standa upp í sýningar jafnvel heilu árin. Og séu sýningar í öðrum sölum þar á meðal í Ketilhúsinu. Þannig ég held að þegar við upperum staðið þá verður listasafnið aðdráttarafl fyrir fólk. Bara vegna þess að þetta er glæsilegt hús sem við erum búin að gera upp. Við þurfum að gera það upp. En listasafnið með njóta sín sem listasafn, jú, það verður hægt að hafa sögusýningu þarna, það verður hægt að koma inn grasrótarstarfi þarna væntanlega líka. Það mun ýmislegt fyrir að nota húsið í, en Ketilhúsið mun líka geta nýst okkur áfram eins og það hefur gert til þessa. Þannig ég held að fyrst og fremst að við munum sjá þarna byggingu sem mun vera aðdráttarafl. Jú, það má vel vera að menn geta deilt það hvort að það eigi að vera kaffihús þarna. Við erum að koma upp þarna almenningssalernum. Menn hafa nú nógu mikið talað um það að við þurfum að gera eitthvað í almenningssalernum. Það er í tengibyggingunni. Þannig að ég bara, ég verð að segja alveg svo í þessi 7 ár sem ég er búinn að sitja í bæjarstjórn, þá hefur mér ekki verið jafn mikið niðri fyrir eins og í dag. Þegar maður hlustar á málflutning bæjarfulltrúa Gunnars með þeim hætti sem hann hefur verið hér í dag. Þetta er bara í allt öðrum anda heldur en við starfa hér í bæjarstjórn til þessa. Allt öðrum. Og mér er bara misboðið. Ég ætla að sleppa því að ég hafa gott að, ég ætla ekki að tala um neitt annað. Ég held að þarna skal ég segja að það er gott að Eva minnst á Tryggvabrautuna, þannig að þetta ekki minnast á hana. En ég vona það bara að við fáum gott tilboð í listasafnið. Ég vona það að þessi umræðu sem hefur farið hér á stað í þjóðfélaginu hafi ekki skemmt það. Og ég vona það og ég er sannfærður það að ef að þau eru farið samankomt þá eru þið sem sitjum í bæjarstjórninni í dag stoltir af því eftir nokkur ár. Takk. Þegar hún verður full risinn. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Gunnar Gíslason ætlar að fá eitthvað ansvar eða tjá sig um þetta. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er ekki annað hægt heldur en að veita ansvar við þessu. Fyrsta lagi, bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin, ef það er lagt fram skjal á fundi, þá er þetta að kalla eftir því skjali og ef menn vilja halda svona upplýsingum leyndum, þá leggja menn ekki fram gögn á fundi. Það hlýtur bara að liggja í hlutarins eðli. Og í öðru lagi, ef að það liggur ekki fyrir hver kostnaður á að vera á fundi, í verki, þá náttúrulega erum við bara ekkert með einhverja kostnaðar áætlanir í gangi. Erum við að segja með þessu eins og þú bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin ert að orða málið, erum við þá að segja það að við gerum það vísvitandi að hafa kostnaðar áætlanir nógu lágar þegar við erum að gera fjárhagsáætlanir eða fjárfestingaáætlanir bara til þess að það sé alveg morgunljóst að verktakarnir bjóði nú nógu lágt. Hvers konar bull umræða er þetta? Þetta er bara bull umræða. Við hljótum og erum að setja inn í áætlanir ákveðnar upphæðir og þar með liggur nokkuð ljóst fyrir hver rammin er sem menn er að hugsa í ákveðin verk. Það er alveg morgunljóst. Þannig að ég bara skil ekkert í þessari umræðu og ef þér er misboðið þá er þið bara misboðið en ég tek það ekki til mín. Það er alveg af og frá. Og mér finnst þessi umræða að bera pínu vott af því og svona keima því að það eigi að halda ákveðnum upplýsingum bara hreinlega leyndum fyrir bæjarbúa.
Er það nýjasta stefnan hérna? Hvað er eiginlega í gangi? Ég bara spyr. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson og veitir andsvar. Þetta er að verða eins og í borgarstjórn. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Sko, varðandi minnisblað sem lagt er fyrir nefndir, þá eru minnisblað lög ekki opinber gögn. Þau eru ekki birt, þess að þetta er verk og vinnublað fyrir viðkomandi ráð. Og það hefur ekki verið farið með þetta það hefur ekki verið farið með slík gögn út af við. Ég hef aldrei, Gunnar, bæjarfulltrúi, vitað til þess að þegar þú ert að fara, það getur vel verið að kostnaður að áætlun sé á lág. Verktakar eru að bjóða í verk, þeir sitja og þeir eru fróðar heldur þú og ég hvað þeir eru að fara að bjóða í. Ég get að ef það er kostnaðaráætlun sem er komið núna fram að hún sé 540 milljónir, þá get ekki ímyndað mér að það sitja einhver verktaki og reyni að koma þessu niður í 400 milljónir af því að það er einhverju framkvæmda áætlun hjá okkur. Það verður af og frá. En það er ljóst náttúrulega bara núna að þeir hafa verið hvattir til þess að bjóða ekki í þetta. Þeir eru hvattir til að bjóða miklu meira. Veist, ég segi bara, mér er misboðið og ég mun ekki breyta þeirri afstöðu minni, hvað sem tautar á raular. Þetta er bara sorglegt að þetta skuli hafa farið í þennan farveg og ég segi enn og aftur, ég ætla að vona að við fáum gott tilboð í þessa ágætu framkvæmd okkar. Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi beðið að fá orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, örstutt. Ef eitthvað er lagt fram á fundi og það er ekki óskað eftir sérstökum trúnaði á það mál, þá hlýtur það að vera opinber gagn ef eftir því er leitað. Það er þannig. Og svona getur umræðan farið ef menn farið í skotgrafirnar sem slíkar. Er það ekki? Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, byrja að þakka Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúa fyrir sína yfirferð og það sem ég finnst rosalega, ég er persónulega mjög ánægður að við séum að fara í þessa framkvæmd og ég vona svo sannarlega að við fáum tilboð sem við erum tilbúin að ganga að. Að ég held að þetta verði frábær framkvæmd. Þetta er búið að tefja þetta allt of lengi. Þú veist, þetta er ár eftir ár. Þetta er búið að standa til í 10 ár eða meira. Náttúrulega örugglega ennþá lengur. Síðan þetta var náttúrulega sett á laggirnar væntanlega. En það er alveg ljóst að stór hluti af þessari framkvæmd er viðhald og uppfylla okkar skyldur í okkar samfélagi. Fyrir aðgengi fyrir alla og framvegis. Þannig að þetta er bara nauðsynleg framkvæmd. Ég held að þetta mun ekki skaða, ég svo sem ekki fengi neitt til að enginn haldi því fram, þetta skaði okkur, en mér finnst það mjög skrítið ef einhver bæjarfulltrúi eða bæjarfulltrúi sé á móti þessu, að þeir ætla þá að tjá sig á þennan hátt, að það sé eðlilegt að vísa í tölur og fundi. Ég bara skil það ekki. Við hljótum að vera að tala þeir bjóða út frá magntölum. Þeir horfa á magntölur og bjóða tölunum út frá því, ef ég skil þetta rétt. Þannig vinna þeir horfa ekki á það að við setjum fram að við reiknum með að eitt stykki renna kosti 1,2 milljón. Við setjum það ekkert upp. Þannig kemur þetta ekki fram. Þess vegna er það unni. Og ég ætla, þú veist, hvað hefur við framkvæmt á undanförnum 20 árum ef við höfum byrjað á að birta allt, og ég tala nú ekki, þú veist, enda töluna, sko. Þú veist, það síðustu 15-20 ár, það stóðst ekki framkvæmd á vegum sjálfstæðismanna eða framsóknarmanna eða annarra manna hérna á milli 2000 og 2010. Ekki ein framkvæmd.
Og þetta ekkert opinbert kaffihús frekar en eitthvað kaffihús niður í Hofi. Þetta bara staður sem bara boðin út og ef einhver vill reka þarna þjónustu þá rekur hann það þjónustu. En þetta snýst náttúrulega magntölur og við birtum ekki og við segjum ekki og ég persónulega alveg rosalega hissa. Það komi bókun undir þessu lið inn í umhverfis- og mannvirkjasviði. Ég bara, þú veist, þegar ég frétti það, ég bara, og fyrir ekki, ég var miður mín, sko. En varðandi grænsvæði, þá stöndum við rosalega vel, held ég, með önnur sveitarfélög. Og við höfum að vanda okkur vel í aðalskipulaginu, við höfum að kynna það vel, við höfum að vera duglega að taka við ábendingum, en við höfum ekki að vera hrætt við að gera breytingar. Vegna þess að öll skipulög alltaf allt upp í loft. Það alltaf að fara á hliðina þegar við ætlum að leggja Dalsbrjót. Ég ætlaði persónulega aldrei inn í Hof, aldrei. Mér finnst þetta frábært hús í dag. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías hefur lokið máli sem tekur við sem forseti. Bæjarfulltrúi Ólína Freystinsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það ágætis æfing fyrir mig og ákvæðilega bara kom alltaf upp á öllum bæjarstjórnarfundum. Þannig að þið bara vitið það. Mér langar að ræða, bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason og bæjarfulltrúi Sóley ræddu aðeins aðalskipulagið og græn svæði og það vel. Það í stefnunni að þétta byggð og ég held að það sé mjög mikilvægt að þegar við ræðum þétting byggða að við áttum okkur á því að við séum að nýta þessa innviði. Nýta gatnakerfið, lagnir og slíkt og hvað getum við þá gert við annað fjármagn sem að ég tel að við eigum að nýta í mannauðinn okkar. Börnin, íþróttirnar, skólana, starfsmenn Akureyrarbæjar. Auðvitað það þannig að þegar við tengjumst grænum svæðum en sko við erum umkringd grænu svæði sko. Við erum ekki að við erum milli fjalls og fjöru bara heilmikið grænt svæði og það ekki alveg sama hvort sem að tala borgir í Evrópu þar sem fólk hefur ekki grasflöt fyrir utan hjá sér eða hvort að við búum á Akureyri þar sem mjög ríka landsvæði. En ég sammála því, við þurfum að taka þessa umræðu og ég skil vel og hún manni, þetta tilfinningar í þessu og eftir því sem þetta nær manni, því verður það. Takk. Bæjarfulltrúi Ólína Freystinsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka fyrir fjörmiklar umræður svo vægt sé til orða tekið hérna. Ég held að ég sé að reka lestina, síðasti ræðumaður í dag, en ef ekki þá eiga væntanlega einhverjir eftir að það var örugglega tækifæri til þess að koma hérna upp í seinna skipti. En ég ætla að reyna að gera mitt besta til þess að svara þeim spurningum sem að vísa til mín hérna í ræðum bæjarfulltrúa og tek þetta svona bara lið fyrir lið og vona ég ná að svara sem flestum ef ekki öllum. Bæjarfulltrúi Sóley Björk, eða með öðrum orðum bitra konan, kom hérna upp sem fyrsti ræðumaður og sýndi nú ekki sína bitru hlið, langt frá því, hún var bara mjög jákvæð fannst mér. En hún talaði það hún hefði áhyggjur eða ákveðna efasemdir sameiningu ráðanna. En ég get nú eiginlega bara næstu í fullvissan það að við höfum öll miklu umhyggju fyrir þessu málaflokki varðandi umhverfismálin, öll sem sitjum í ráðinu, væntanlega líkt og umhverfisráð var á sínum tíma og erum alls ekki fyrir okkur ábyrgð á einu en einu í þessum málum og ég vona svo sannarlega að við eigum eftir að sýna það í verki. Það bara mín von. En varðandi vistorku að þá erum við búin að óska eftir því að Guðmundur komi inn á fundi ráðsins til þess að ræða mögulega sameiginleg verkefni og þau verkefni sem koma að umhverfismálum. Það var líka komið svolítið inn á hérna varðandi flokkunina að bæjarfulltrúi Sóley Björk var ekki alveg viss hvernig
hún ætti að flokka plasti og ostunum og svo framvegis. Og Vistorka ætlar að taka það að sér að vera svona, umhverfisvæn heimasíða fyrir bæjarbúa. Það sem varðandi allt sem viðkemur flokkun, upplýsingar varðar flokkun, koma fram inn á heimasíðinni. Og ég hef lagt það svolítið inn í umræðinu meðal annars að ég veit að það fyrirmyndið til á því í Oxford, þar sem hreinlega þú ítir á hnapp og stafróð kemur upp. Þannig að ef þú kíkir á plast, þá getur ítt á P og þá kemur upp hvar þú eigir að flokka viðkomandi. Ég held að það getur verið mjög upplýsandi fyrir bæjarbúa og ætti kannski að skoða það hvort það sé möguleiki að gera eitthvað slíkt. Varðandi grænu svæðin, þá kom bæjarfulltrúi Ólína nú ágætlega inn á þetta hérna áðan, en það auðvitað hluti af aðalskipulagi að skilgreina svæði í hverju hverfi fyrir sig í bænum. En við auðvitað hugum að slætti og allri umhirðu í kringum grænu svæðin og leggjum mikið metnað í það. Varðandi leiðakerfið, hvort það sé í gangi einhver endurbætur, já, það verið að taka á móti athugasemdum varðandi leiðakerfið og við erum búin að óska eftir því að Jónas Vigfússon sem er starfsmaður í umhverfismiðstöðinni, að stjórnandi þar taki þetta allt saman og komi inn á fund og ræði það og við gerum ráð fyrir að það verði bara í lok mánaðarins þar sem hann mun koma með þetta inn til ráðsins til umræðu. En þetta leiðakerfi er auðvitað hugsa til þess að koma til móts við alla íbúa og auðvitað nú þannig að þeirra breytingar þessi stað að það ekki hægt að koma til móts við alla. En við tökum vissulega á móti öllum athugasemdum og reynum að breyta ef við mögulega getum, því að þetta ekkert meitlega í stein. Við þurfum að þróa þetta áfram. Varðandi sorphirðuna, þá erum skemmtilegar umræður hérna varðandi það, hvernig með hvað hætti hún ætti að vera, en eins og fram hefur komið hérna, þá rennur samningur út í lok næsta árs við gámaþjónustu Norðurlands. Bæjarfulltrúi Dagbjört kom inn á það aðeins en áðan varðandi við höfum auðvitað kostað til framkvæmdum í kringum grenndagámana og slíkt vegna núverandi fyrirkomulags og það er kannski að skoða heildar kannski pakkan í kringum það alls saman og við munum setja á stopp vinnuhóp sem mun fara í þetta að skoða þetta og jafnvel líka bara myndi ég leggja til hér að við myndum hreinlega bara spyrja bæjarbúa hvað þeir vilja gera í þessum málum. Varðandi áhrif á umhverfið í öllum þeim verkferlum sem bæjarfulltrúi Sóley kom inn á, hún spurði út í hvernig við ætluðum að gera þetta. Jú, þetta kemur þetta fram miklu leyti í samgöngustefnunni. Við ætlum meðal annars að leggja til að við alla verktaka það verði gert ráð fyrir rafmagnsinntökum við fjölbýlishús. Það sé reynt að skilja við umhverfið í næstu eins og við komum að því í öllum framkvæmdum. Það sé hugað að því. Við nýtum bestu fáulegu tækni sem til á hverjum tíma í verkin. Við veljum efni sem mengar sem minnst. Umhverfisvænustu efnin. Það var með sem mikil umræða kom að gúmmikurli á sparkvöllin hjá okkur hérna í Búanum. Ekki sparkvöllin heldur hérna gervigræs okkar í Búanum. Þannig að við erum alltaf að skoða þetta. Við erum að nota umhverfisvæna eldsneytisgjafa. Við erum að reyna að nýta metanið og rafmagnið og kaupa vistvæna bíla og strætisvagna, metanvæða hann. Þannig að við erum stanslaust að reyna. En ef bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur fleiri hugmyndir þá þigg ég allt saman bara. Og svo líka að þá er flokkað strax í öllum stórum framkvæmdum. Varðandi rukka fyrir bílastæði, þá hefur verið rask á bílastæðum í bænum og þetta er eitthvað sem við þurfum bara að skoða þegar framlíða stundir. Látum okkur nú sjá. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á það að bæjarstjórn skyldi funda í Hofi, mest að bara áhugaverð tillaga og kannski fínin í umræðina varðandi skipulagsmálin hérna í Ráðhúsinu. Bílastæðin, já, hvort að ég verið gjaldfrjáls eða ekki að það hefur komið fram. Bílastæðahús í miðbænum, þetta er í skoðun hjá skipulagsdeild. Það er verið að skoða mögulega staðsetningar fyrir bílastæðahús. Þetta tekur bara tíma eins og margt annað. Varðandi Glerárgötuna 1-2 akreinar, þetta ástæðan fyrir ég kom ekki inn á þetta í ræðu minni er að þetta er ekki á áætlun í ár hjá okkur. Það er ekki á áætlun fjármagn fyrir því. En ef það verður ákveð að fara í þá verður það sótt það sem viðauka. Varðandi að fjölga rusludöllum í bænum heilt yfir, þá er í gangi áætlun og það er alltaf fjölgað ruslutunnum 4 til 5 á ári, það er nú ekki mikið kannski. En ef það er gert okkur einasta ári þá safnast saman og við þurfum þetta líka að huga því að það þarf að tæma þetta, þessi snirtilegt allt í kringum þetta. Það er til áætlun þetta og þessu er sinnt en auðvitað þarf alltaf að koma með ábendingar og við þiggjum þær. Varðandi útlit rusladallana þá er það þetta smekksatrick á hverjum þykir varðandi útlitið en auðvitað þarf að huga því líka og það verður gert til dæmis varðandi vinnuna í kringum miðbæinn okkar sem ætlum að færa og verður gaman að sjá hvernig bæði búið að taka þeim breytingum sem miðbæinn mun taka núna í sumar
En ég held að sé aðalatriði varðandi þessu rusladatta, það þeir sinni hlutverkinu sínu og það sé flokkað í þá og mér skilst að svo sé gert í miðbænum. Þannig að ég fagna því. Hvort að eigi að vera frítt í strætó, bæjarfulltrúi Preben kom inn á það. Ég held að við getum bara stolt af því að bjóða upp á umhverfisvænar samgöngur og hafa fríar. Ég held að sé bara liður að því að gera Akureyrarbæ enn umhverfisvænni og ég myndi gjarnan vilja halda því inni. Þó svo ég hafi nú alveg verið með efasemdir þegar ég byrjaði hérna í bæjarstjórn. Varðandi þetta mál, þá þetta sem búið að sanna sig fyrir mér að minnsta kosti. Látum við sjá. Bæjarfulltrúi Everhund kom inn á svifryksmæla. Við erum búin að fá svifryksmæli, hann við Tryggvabrautina. Það voru mælingar sem voru gerðar núna fyrir örugglega 2-3 vikum á þurrum tíma. Það var mikið frost og lítil hreyfing í loftinu og þær mælingar komum bara ekki vel út. Við settum strax á stað sópun, hreinsun í bænum. Það var sópur í gangi alla síðustu viku helgina og enn í gangi, þannig að við erum að vinna í þessu. En auðvitað hefur viðfar líka mikil áhrif á þetta en við munum fylgjast með þessu og halda utan þessar tölur. Og varðandi þessar tölur þá meðal annars komið líka fram í umræðina að Vistorka muni halda jafnvel utan allar tölur sem viðkoma, bæði flokkun og fleira og svifryksmælingar og allt því viðkemur. Og við myndum bara þurfa að koma þeim upplýsingum áleiðis og þeir munu halda utan þetta og ég held að það sé bara mjög gott að hafa einn aðila sem að heldur utan allt saman. Varðandi Nökkva þá rétt, ég kom ekki fram með það í stefnuræðinu minni og ég biðst bara afsökunar á því. Þetta bara verkefni sem mjög flott og frábær viðbót við Drottningarbrautastíginn og ég fagna því að þetta sé komið á dagskrá. Það reyndar staðan sú að framkvæmdum, við munum fresta framkvæmdum að minnsta kosti fram í lok þessa árs eða byrjun næsta árs vegna þess að við þurfum að fergja svæðið og erum í útboðum núna og munum fara strax í það að fergja það og þegar jafnvægi komið á svæðið þá munum við hefja framkvæmdir. Þannig að vonandi munum þeim framkvæmdir ljúka í vor á næsta ári. Varðandi umferðaröryggi við skóla. Bæjarfulltrúi Everhund kom inn á það og hefur áhyggjur af því, við höfum heyrt þetta líka. Ég get nú bara upplýst fundinn og bæjarbúa sem eru að horfa á það að þetta verkefni komið í hönnun. Það verið að vinna þetta. Næstu því þessum töluðu orðum. Það var ákveðið síðasta fundi ráðsins líka að auka við áætlunina í þennan lið þannig að við gætum brugðist við. Í forgangi síðuskóli og Giljaskóli. Það auk þess líka verið að bæta aðgengið inn í íþróttahúsið við Giljaskóla til þess að auka öryggi barnan okkar. Þannig að þetta allt saman skoðun og fyrir vonandi framkvæmt sem fyrst. En eins og segi, það verið að hanna innkeyslur, útkeyslur og möguleg sleppisvæði. Varðandi hundahald, þá bara tekið undir það, bara að gera að taka þessa umræðu. Mér finnst það bara mjög gott og gilt að gera það reglulega. En þá eiginlega komið að máli málana, það listasafnið. Af hverju erum að fara í þetta, hver tilgangurinn og af hverju tengibygging og af hverju ekki og þar fram eftir götunum. Ég kom nú ágætlega inn á þetta í ræðinu minni, af hverju værum að þessu. Fannst ég nokkuð skýr, en þetta nú svona stundum þarf að endtaka sig líka. En við uppfyllum ekki kröfur eldvarnir. Listasafnið á Akureyri uppfyllir ekki kröfur eldvarnir. Hvernig ætlum við að bjóða upp á sýningar á dýrmætum listaverkum ef við uppfyllum ekki kröfur eldvarnir? Mér bara spurn og af hverju ætlum við þessar framkvæmdir ef það var ekki bara nema þess að auka aðgengi fyrir fatlaða. Fatlaðar einstaklingar í hjólastól komast ekki á milli hæða í dag. Tengibyggingin ein og sér, það kannski umræða sem við getum tekið og erum nú búin að taka reyndar margoft. Og það hefur sýnt sig að kostnaður við hana mun bara borga sig í einu starfsgildi sem sparast með því að koma þessari tengibyggingu á. En ég held sér bara mikilvægt líka að halda því til haga að mikill hluti af þessari framkvæmd viðhald. Við erum að ræða byggingu mannvirki sem 2500 fermetrar. Og viðhald við svona marga fermetra ekkert smá dýrt. Við erum að hugsa loftræstingu, rafmagn, glugga og fleira. Þetta kostar. En varðandi kostnaðinn, þá langar mér nú aðeins að koma inn á þá umræðu. Ég ætla nú ekki að æsa mig, ég nú meira bara miði mín yfir því hvernig þessu umræða hefur farið, bæði opinberlega og hérna í dag. Ég hef setið í
fasteignum Akureyrar og núna umhverfis- og mannvirkjaráði í 3 ár. Á þessum 3 árum hef ég aldrei vitað til þess að kostnaðaráætlun sem hefur verið borin upp fyrir fund hafi farið í opinberri umræðu. Aldrei. Aldrei hef ég talið þörf á því að óska eftir trúnaði varðandi vinnuskjöl. Við erum stanslaust í ráðinu að vinna með vinnuskjöl, drög af verkefnum, hugmyndum verkefni, drög af kostnaðaráætlun. Ef þetta færi jafnóðum inn í umræðuna þá veit ég ekki hvernig eða hvar við værum stödd í dag. Ég tel að mikið ábyrgðar hlutverk að vera bæjarfulltrúi og vera nefndarmaður í nefnd og við eigum ríkan rétt til þess að kalla eftir upplýsingum. En á móti þurfum við líka að gæta að okkur í umræðinni og gæta líka að okkur að koma ekki með villandi upplýsingar til bæjarbúa sem ég tel því miður hafi verið gert í þessu tilviki. Er að ræða heildarkostnað við framkvæmdina. Það er ekki verið að tala kostnað varðandi í rauninni þau verk sem við erum að fara í. Inn í þessari heildartölu meðal annars hönnun og fleira. Þannig að það hreinlega villandi upplýsingar í umræðu í samfélaginu okkar. Og mér finnst þetta alvarlegt og reglan hjá okkur hefur verið svo að ekki hefur verið opinbera kostnaðaráætlanir fyrr en tilboð hafa verið opnuð. Þetta bara nýtt á nálinni og ég held bara hreinlega að þetta sé kannski eitthvað sem við þurfum bara að skoða þó svo þetta sé bara víti til varnar, þetta kom ekki fyrir aftur. Þannig að við séum öll með það á hreinu hvenær við megum veita upplýsingar og hvenær ekki, því það virðist verið eitthvað á gráu svæði hérna og ekki allir alveg klárir á hvenær þeir mega ræða hluti og hvenær ekki. En annars þakka ég bara kærlega fyrir góðar umræður. Þetta bara gott innlegg inn í vinnunum okkar áfram og bara takk kærlega fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Enginn hefur haft sér hljóðs. Þá vil ég vekja athygli í lokin á eftirtöldu fundargerðum. Afgreiðslufundur byggðarfulltrúa 16., 23. og 30. mars, bæjarráð 23. og 30. mars, frístundaráð 23. og 30. mars, fræðsluráð 20. mars, skipulagsráð 29. mars, stjórn Akureyrarstofu 16. og 23. mars, umhverfis- og mannvirkjaráð 17. og 31. mars. Að hægt að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins. Segjum við fundi slitið klukkan 18:22.